Heyrið í mér. Komið sæl og blessuð og hjartanlega velkomin á þessa málstofu sem hefst núna klukkan 6. Ég vil líta svo á að þetta sé ákveðin tríológía þar sem við ætlum að ræða forystu í kirkjunni okkar frá ýmsum sjónarhornum. Við ætlum að byrja í fornöld, skils mér, og það getur verið spennandi að byrja þar og fikra sig svo áfram til nútímans. Og við ætlum klukkan 7 að ræða þjónandi forystu og svo klukkan 8 þá ætlar biskupinn okkar nýji, Guðrún Karls Helgudóttir, að ræða sína sýn á forystu og kirkjuna. Þannig að við erum hérna með upptakt núna, þeir tveir heilagarnir, Sigurvin Lárus Jónsson og Sigurður Skúli Ólafsson, Sigurður Ólafsson víst, svo ég segi það nú rétt, bræður í Kristi og doktorar í Kristi líka, leið mér að segja það. Heyrðu, gjörðu svo vel, Sigurvin, ekki hafa þetta lengra. Það vissar að gera það eftir á. Komið. Já, fyrir Örnu, já. Komið sæl og takk fyrir boðið. Erindi mitt hér í kvöld, hvernig ger ég svona, að segja ykkur frá rannsóknarverkefni sem að ég fekk að vera hluti af og var fjármagnað af danska vísindaráðinu, bara yfirskriftina Epistolary Visions of Transformational Leadership eða sýn á umbreytandi forystu í gegnum bréfaskriftir. Ég sjálfur nýjatestamentsfræðingur að mennt og doktorsrannsókn mín fjallaði bréfskriftir í fornöld, nánar tiltekið Jakobsbréf sem skrifað samtíða Lúkasarguðspjalli og byggir á Pálsbréfum til að setja fram siðaboðskap í frumkristni. Ég beitti þar fornaldar mælskufræði en í mínu fagi það mjög algengt að klassísku fræðingar, sagnfræðingar og ritskýrendur vinni saman. Og þetta rannsóknarverkefni sem ég ætla að tala við ykkur hér í kvöld, að það þannig sett upp, sem sagt aðal rannsakandinn prófessor á sviði nýjatestamentsfræði, prófessorum minn, Eva Marie Becker. Hún var við Árósar háskóla og í dag við háskólan í Münster. Og síðan Henrietta van der Blom sem í Birmingham og hún sérfræðingur í Cicero og Ulrika Egelöf Geiser sem klassísku fræðingur og hefur unnið með Seneca. Þetta verkefni stóð yfir í 5 ár og með okkur voru nýjatestamentsfræðingur Jakob Mortensen, feðrafræðingur Francesca Minone og Nils Jäger sem líka klassísku fræðingur auk doktorsnema. Það sem kannski var óvanlegt við þetta rannsóknarverkefni var það að við vorum með sérfræðinga í stjórnun með okkur, bræður sem heita Hubertus og Maximilian Thyssen og þeir hafa töluvert unnið með umbreytandi forystu, annar þeirra skrifaði doktorsritgerð það efni og þeir vinna með það í sínum störfum og rannsóknum. Þannig að afrakstur þessara rannsóknar kemur út núna 1. september. Hún tilbúin bókin, það bara sett útgáfudagur og þetta einar 680 blaðsíður sem þarna á ferðinni og byggir á lestri á þessum 3 höfundum í gegnum þessar aðferðir umbreytandi forystu. Það svolítið umdeilt þegar að verið að fjalla fornaldartexta með nútíma aðferðum eða nútíma hugmyndum að lesa þeir inn í textana og þess vegna ítarlegur inngangur í þessari bók og ég og þar hluta þátt bréfskrifta og hvernig að nútíma rannsóknir á stjórnun geta hjálpað okkur til þess að skilja þessar bréfskriftir sem eigum varðveittar. Til að setja þessar forystu hugmyndir í samhengi, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, þetta sem sagt yfirlit úr bókinni sem að Hubertus og Maximilian Thyssen setja fram, þar sem sem sagt fjallað hugmyndir eða þróun hugmynda í stjórnunarfræði og þarna efst á blaði þjónandi forysta sem að Sigrún og Skúli hafa kennt og það sem kannski áhugavert þarna að við sjáum hvernig að umbreytandi forysta eða transformational leadership elst meðal þessara hugmynda sem þarna taldar upp frá 8. og 9. áratugnum og jafnframt útbreiddust.
Bræðurnir töldu hátt í 600 fræðigreinar á móti innan við 100 þjóðlandi forystu og 350 greinar siðfræðilega nálgun á stjórnun sem kemur fram á 10. áratugnum. Þá hafa á þessari öld, og það eru neðstu 2 dálkarnir þarna, komið fram hugmyndir sem leggja áherslu á andlega eða trúarlega nálgun í stjórnun annars vegar og áherslu á auðmýkt hins vegar. Þarna, þegar stjórnandi sýnir hegðun sem hefur áhrif á grunngildi og vonir þeirra sem hann hefur áhrif á, það er að segja values and aspirations, og vekur innra með köllun, high order needs á ensku, þar sem hagsmunir skipulagsheildarinnar eru þeim sjálfum æðri. Það er áhersla á skipulagsheildina en jafnframt umhyggja fyrir fylgjendum og þessu er mjög oft stillt sem andstæðu við það sem kallast á ensku transactional leadership eða stjórnun sem byggir á beinni hagsmunagæslu. Tvennt langar maður nefna í hvatana þessum rannsóknum. Annars vegar byggir þetta á áhuga á 20. öldinni þegar að sterkir leiðtogar koma fram og hafa áhrif bæði til góðs og ills. Martin Luther King er mjög oft nefndur í því samhengi, umbreytandi stjórnandi og leiðtogi, en jafnframt einræðisherrar 20. aldarinnar. Erik Hobsbawm kallaði 20. öldina öld öfganna og það er kannski ekki að ástæðulausu, en fyrirmyndir kirkjunnar eru hér liggja beint við til rannsókna. Hvernig mælum við umbreytandi forystu? Það eru 2 spurningalistar sem eru mest notaðir. Annar var þróaður af Volio og Bass og síðar Bass og Riggio, sem skoðar víddir stjórnenda og umbreytandi áhrif sem þeir hafa. Og þetta eru listar eða verkfæri sem við notuðum, þetta er mikið notað í stjórnunarfræðin veit ég, en þetta eru sömu verkfæri og við notuðum á þessar fornaldar bréfaskriftir. Og hér er 4 þætti að ræða. Fyrsti þátturinn er hvaða hugmyndafræðilegu áhrif leiðtoginn hefur á viðhorf annars vegar og hegðun hins vegar, og það er kallað á ensku idealized influence. Þessi þáttur er í raun tvíþættur, en það má spyrja sig, er hugarfarsbreyting sem ekki leiðir til breyttrar hegðunar umbreytandi, þannig að þetta er mjög oft skoðað sem einn liður. Þáttur leiðtogans er þarna mikilvægur sem fyrirmynd fyrir fylgjendur sína og það tengist öðrum þættunum sem er þessi hvatning til fylgjenda, inspirational motivation. Það er að segja með hvað hætti umbreytandi leiðtogar hvetja fylgjendur sína áfram með því að draga upp hugsjón fyrir samfélagið og eða skipulagsheildina. Þriðji þáttur fjallar með hvað hætti leiðtogar ígrunda heimsmynd sína og örva þannig skapandi hugsun meðal fylgjenda sinna, intellectual stimulation, og síðasti þátturinn er síðan þessi einstaklingsmiðaða nálgun við stjórnunarhætti, individualized consideration. Limir á líkama Krists og við tölum tungutak kirkjunar. Þá að fornöld. Hverjir eru þessi menn og af hverju skipta þeir máli? Þetta eru nú allt nöfn sem þið þekkið. Marcus Tullius Cicero er fæddur 106 fyrir okkar tímatal í bænum Arpínum í Ítalíu inn í auðuga fjölskyldu. Hann er einn af mikilvægustu persónum í sögu Rómar og þekktur fyrir áhrif sín á latínu, framlag sitt til stjórnmálaheimspeki og hlutverk sitt í stjórnmálum á síðustu árum rómverska lýðveldisins. Og það er akkúrat það skeið sem Henrietta van der Blom valdi að skoða, enda eru þá öflugar bréfaskriftir sem ganga á milli hans og vina sinna og samverkamanna og jafnvel andstæðinga. Hann gegnir ýmsum hlutverkum, hann nær æðsta embætti Rómar 63 og bælir niður samsæri sem var ætlað að steypa lýðræðinu, en sú atburðarás að hún bæði styrkti orðspor hans og skópunum óvinni. Hann er settur í útlegð á tíma og stendur svo að lokum gegn Markusi Antoniusi eftir aftöku Júlíus Sesars.
Af þeim verkum sem við þekkjum að þá eru þekktust lýðveldið, de Republica, og það eru það sem hugsjónir hans liggja, lögspeki, de legibus, skyldur, de officiis og svo framvegis. En það bréfasafnið sem liggur til grundvallar þessara rannsóknar. Páll þekkiði öll, hann líklegast fæddur í Tarsus og var að eigin sögn menntaður í hefðum farisea sem var hópurinn af gyðingdóms og þekkti sjálfur ekki Jesú en gekk til liðs við hina frumkristnu hreyfingu snemma, stofnaði samfélög, predikaði og sneri mörgum til trúar. Ferðir hans leiddu hann til Litlu Asíu, Grikklands og lokum Rómar en förinni var heitið til Spánar samkvæmt Rómarbréfinu þó hann hafi líklegast ekki náð þangað. Hann var tekinn á lífi samkvæmt hefðinni 65 og samtímamaður Seneca. Það þannig að í Nýja testamentinu eru 14 Pálsbréf, Corpus Paulinum eru 14 bréf, af þeim eru 13 sem að gera tilkall til að vera Pálsbréf og af þeim 13 eru 7 sem að samstæða fræðimanna að séu rituð af Páli og hinn rituð af samstarfsfólki og fylgjendum í hans nafni. Og þau eru skrifuð árið 50 sem fyrra Þessalóníkubréf og hinn bréfin á árunum 55 til 56, fyrra og síðara Kórinthubréf, Fílemónsbréf, Galatabréf og Rómverjabréf og loks Filippíbréfið sem mögulega yngst en það umdeilt. Seneca stóuspekingur, stjórnmálamaður og leikritaskáld, fæddist í Córdoba á Spáni, líklegast árið 4 fyrir okkar tímatal en ólst upp í Róm. Faðir hans var virkur í rómverskum stjórnmálum og hann deyr, eða neyddur til þess að fremja sjálfsvíg sama ár og Páll tekinn á lífi samkvæmt hefðinni vegna meintrar þátttöku í samsæri gegn Neró. Rit Seneca eru meðal mikilvægustu texta stóískrar heimspeki, þið þekkið reiðina, hamingjuna og hugarró. En þekktastur hann líklegast fyrir bréfasafn sitt sem eru 124 bréf skrifuð til Luciliusar sem mögulega ekki raunveruleg persóna. En þetta eru heldur ekki eiginleg sendibréf, heldur eru þetta kennslubréf sem að fjalla heimspeki og mannlegt líf. Og ef við förum aðeins yfir hvað þessar 680 blaðsíður sem að ég hér að fara yfir á 10 mínútum hafa þessa 3 höfunda að segja, þá það þannig að bréf Cicero sem að eru valin eru bréfaskrifti á milli 4 einstaklinga sem að allir taka með beinum þætti með og móti í þeirri atburðarás sem að leiðir til þess að rómverska lýðveldi fellur og keisaradæmið tekur við. Og þetta sem sagt Cassius, efstur á blaðið þarna, Decimus Brutus, annar, Plancus þriðji og Marcus Brutus fjórði. Og þeir sem að lærðu Rómasögu í menntaskóla þekki þessi nöfn. Það þannig að það sem helst stöðugt í bréfaskriftum Cicero hugsjónin, það að segja sýn hans á res publica, á hugmyndir hans hvernig lýðræði á að virka, það helst stöðugt, en hann hins vegar mjög sveigjanlegur í stjórnunarháttum og það það sem að stjórnunarfræðin getur aðstoða okkur við að skilja í þessum bréfum, að setja hugtök á aðferðir sem hann beitir í sinni röksemdafærslu. Og til þess að nefna nokkrar, hvernig þessi viðmið, þessi A, B, C og D sem að þarna sett í öfugaröð, það skýrist af því að rannsóknin leyfði sér að leita að þessum þáttum og síðan þetta sett upp í tímaröð Cicero. Og þar hægt að sjá hvernig að Cicero leyfir sér að fara á svig við lög og samþykktir þingsins fyrir hugsjónina, setur hana í forgrunn og bréfaformið reynist þannig öflugt verkfæri til forystu. Og það ástæðan fyrir því að þessi bréf eru lesin af skóladrengjum allar aldir og enn þann dag í dag. Þegar kemur á Páli þá voru þessir kaflar sem hér eru sýndir valdir ekki út frá innra samhengi heldur einmitt tematískt. En það sem að kemur í ljós og svolítið spennandi það að sem sagt,
Við sjáum ákveðna þróun sem ekki var gefin fyrirfram sem rannsóknarniðurstaða á Páli sem umbreytandi leiðtoga. Í fyrsta bréfinu, fyrir Þessalóníkubréfi, elsta bréfinu, leggur Páll áherslu á innblástur og hvatningu, á meðan í síðasta bréfinu, Filippí-bréfinu, leggur hann áherslu á hugsjónir sem hafa varanleg áhrif. Og það er mjög breyttur tónn milli þessara bréfa, það sjáum við bara við lestur á íslensku. Í fyrra Þessalóníkubréfi starfar hann sem umbreytandi leiðtogi sem veitir umfram allt innblástur og hvatningu. Bréfið snýst hvað hefur átt sér stað hinna framliðnu, eiga þeir sér von. Svarið er afgerandi já við endurkomu Krists. Á degi endurkomu Krists munum við öll sameinast honum og hvert öðru. Í fyrra Kórinthubréfi þar erum við að vinna með intellectual stimulation, þar kennsluefni í forgrunni. Þar sýnir Páll fram á þau viðmið sem hafa skal í huga við ákvarðanatöku og er þar með að undirbúa lesendur sína til þess að breytast úr fylgjendum í leiðtoga. Og það er eitt af lykilatriðum í umbreytandi forystu. Það er ekki einungis verið að ná fram einhverjum hagsmunum, heldur að verið að breyta leiðtogum í fylgjendum í leiðtoga. Það er umbreyting sem á sér stað. Í Fílemónsbréfi erum við með mjög einstaklingsbundið bréf. Hann beitir einstaklingsmiðaðri nálgun, individual consideration, og sýnir þörfum bæði Fílemóns sem er lágt settur og Onymisiusar sem er hærra settur, skilning og samúð, leysir vanda þeirra en nota tækifærið til þess að setja viðmið fyrir hinn frumkristna samfélag í umgengni við hina lágt settu í samfélaginu. Og loks í Filippí-bréfi þá birtir hann heildstæða sýn á Krist sem er okkur fyrirmynd, mimesis eða exemplum, og þar birtist hann sem umbreytandi leiðtogi með því að tryggja að fylgjendur hans fái hugsjónir, örvun og innblástur sem nauðsynlegar eru til að þróa þeirra eigin leiðtogahæfileika. Þannig að hann skilur söfnuðina eftir með hugmyndafræði. Að lokum stuttlega Seneca. Þar erum við að tala heildstætt bréfasafn. Það er að segja bæði bréf Cicero og Páls eru tækifærisbréf sem er safnað. Seneca virðist skrifa þessi 124 bréf sem heildstætt ritverk og það er nú meðal annars þess vegna sem að menn hafa dregið í efa að Lucilius sé ein persóna, frekar heldur en bara hans nemendur og þá persónugerving þeirra. Í 25. bréfi ráðleggur hann Lucilius að einbeita sér að innri ró frekar en ytri afrekum. Sjálfstjórn og ró eru þar með æðsta dygðin. Í 34 hrósar hann Luciliusi fyrir að hafa náð framfjörum á sinni heimspekilegu vegferð og talar mjög persónulega í því bréfi. Í bréfi 64 veltir Seneca fyrir sér hverfurleika tímans og mikilvægi þess að nýta hann skynsamlega. Hvetur Lucilius til að einbeita sér að merkingabærum athöfnum sem leiða til sjálfsbætingar og heimspekilegs skilnings fremur en að láta truflast af því sem skiptir minna máli. Og í bréfi 108 ræðir Seneca gildi þess að læra út lífið og hvetur sérstaklega þau sem að eldri eru að efla hugan og rannsóknir á huganum hafa nú aldeilis stutt niðurstöðu Seneca í þessu bréfi. Umbreyting að mati Seneca er að leiða fylgjendur stóuspeki til betra lífs og hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Og þá að niðurstöðum. Viðfangsefni okkar, Cicero, Páll og Seneca, eiga það sameiginlegt að vera höfundar sem beita sameiginlegu miðli til að setja fram umbreytandi hugsjónir og birtast sem umbreytandi leiðtogar í þeim meginþáttum sem við höfum skoðað. Það má segja að ekkert af þessum mönnum hafi náð markmiðum sínum. Res publica, lýðveldið féll og við tók tími keisaratímans eða innræði keisaratímans, þó að Ágústus sjálfur hafi ekki kallað það réttum nöfnum. Cicero tekinn af lífi, Páll sömuleiðis og lifði ekki endurkomu Krists og Seneca var neyddur til að taka líf sitt. En boðskapur þeirra lifir enn og umbreytandi forysta þeirra hefur áhrif til þessa dags. Ég leyfi Dr. Skúla að fjalla þjóðkirkjuna en vil þó leyfa mér að draga nokkra ályktanir þessar ólíku fyrirmyndir úr fornöld. Lýðræði er alltaf í hættu
og einræði liggur í mannlegu eðli og þar þjóðkirkjan sannarlega ekki undanskilin. Lútersk kirkja stofnuð sem andóf gegn einræði og því kirkja sem safnar völdum á fárra hendur ekki lútersk nema nafnu til. Þar getur Cicero mögulega vísað okkur veginn með hugsjón sína repúblika. Páll sem kennimaður var óhræddur við að takast á við sinn samtíma, sannfærður að Kristur væri hans leiðarljós. Við sem þjónum í kristnum söfnuðum sem sprottnir af þeim sem Páll talar til, berum sömu skyldur. Og í því ljósi embættisskilningur lúterska kirkju skýr. Prestar eiga að vera sjálfstæðir kennimenn sem óhræddir að takast á við samtíma sinn og fyrirverða sig ekki fyrir fagnarerindið. Og Seneca hefur verið lesin af kristnumönnum aldir. Ímyndaðar bréfskiptir Seneca og Páls frá 4. öld bera þess vitni, þar bréfaskriftir þeirra á milli, að dygða siðfræði og íhugun stóuspeki á margt sameiginlegt með hinum kristna arfi. Fyrst og fremst við sem tilheyrum vinahópi Jesú kölluð til að veita forystu með því að lifa eftir hugsjónum fagnaðarerindisins, hvetja aðra til dáða, hugsa guðfræðið okkar til enda og taka mið af náunganum samkvæmt megin þáttum umbreytandi forystu. Takk fyrir. Hjartans þakkir fyrir verulega áhugavert erindi og ég heyrði það að þú fórst yfir mikið efni á stuttum tíma. En þá ætla ég að bjóða þér að koma hér og við tökum svo umræður og vonandi tími fyrir nokkra spurningar eftir. Dr. Skúli, gjörðu svo vel. Ætla ég að opna. Kirkjan var full af fólki sem var að koma að glæðast með fermingarbörnum. Ég kann ekki á það, hvernig við það. Það ekki til sig. Þetta prana? Já. Svo ertu með þetta fyrir skiptum blæri. Svo verður þetta vel að græn. Á þetta svo verður græn. Svona. Já, glæsilegt. Takk fyrir. Mér finnst þetta svo falleg mynd af þessu messuvíni sem að heyrir til sögunar en hann Leifur sagði mér hann ætti nú einu svona flösku og þetta sem sagt þjóðkirkju hugsjónin sem að ég finnst svo fallegt orð að nota og það svona yfirskriftin aðeila þessari sessjón okkar seguns sem að eða minnst að kosti verður það hjá mér að við vinnum með einhvers konar hugmynd sem við getum tengt við þjóðkirkjuna og ristir miklu dýpra heldur en kannski bara það að vera einhver pæling það hvernig við getum gert hlutina vel. Þetta sé raunverulega hugsjón og Sigurvin í niðurlagi sínu tengdi hana einmitt við lýðræði og sjálfstæði út frá samviskufrelsi kristins manns. En hér spurningarnar sem ég langar að velta fyrir upp. Hvernig mótum við hlutverk þjóðkirkju í anda nýs skipulags, við stöndum auðvitað á tímamótum í þeim efnum, hvers konar skipulagsheild þjóðkirkjan og hvernig á að leiða og stýra kirkjulegri þjónustu. Þetta nú svona spurningarnir sem ég með og mér langar að byrja á smá glæru úr efnisveitu þjóðkirkjunar. Þetta kannski kannast allir við hvaða saga hér á ferð. Þetta náttúrulega bara þegar kom steypir regn og húsið á sandinum það fjalli það ekki. Og ég túlka þessa sögu alltaf á þá leið að þegar hlutinni ganga bara sinn vana gang, þá vitum við í rauninni ekkert það hvar við stöndum. Við vitum ekki hvað býr í okkur og hver grunnur okkar ef við erum bara að vinna í okkar góða þæginda umhverfi í viðjum vanans. En svo aftur á móti þegar óveðrið geisar og við lendum í hremmingum að þá erum við tilknúin til að líta í eigin barm og sjá hvað býr í okkur. Og ég sem sagt, þetta svona tímamót í mínu lífi þegar ég var valinn prestur í Keflavíkurkirkju fyrir tæpum 20 árum í mikilli óþökk stórs hluta sóknarbarna og það þegar ég gekk á prestastefnu inn í kirkjuna í þessari fallegu prósessíu þá stóðu
sóknarbörnin mörg hver fyrir utan með mótmælaspjöld og þetta kom í fréttum og meðal annars í annál innlendra frétta árið 2006. Ég hugsaði með mér þegar ég gekk í gegnum mótmælendurna að ástandi myndi varla versna en það gerði það og þar átti ég sjálfur stóran hluta máli. Ég sveiflaðist á milli þess að vera fyrirferðarmikill og aggressífur og fullur sjálfsvorkunnsemi. Mér fannst ég ekki hafa gert unnið neitt til sakar nema það að hafa sótt stöðu og fengið og ástandið versnaði. Þarna urðu bara meiri og meiri, þarna var kergjan meiri og blessað samstarfsfólki sem þarna var, það klóraði sér í kollinum yfir því að einhver skyldi hafa valið þennan mann til þjónustu. Ég fór svona að líta í eigin barm og var nú að skrifa ritgerð þá, doktorsritgerðina mína sem er nú byggð á heimildum frá 17. öld. En fann við tilknúin til að leita fanga víðar og fór að lesa fræðigreinar og rit á sviði forystu og velta því fyrir mér hvort þar væru mögulega einhverjar leiðspenningar sem ég gæti tekið mið af í vandræðum mínum. Og svo reyndist vera og það rann upp fyrir mér að þó ég hefði þarna verið prestur í tæp 10 ár, þá hafði ég varla fengið menntun né þjálfun á sviði forystu. Ég var í rauninni mállaus og úrræðalaus þegar kom að þeim viðamikla þætti. Og mörg þessara rita voru feikilega áhugaverð og mér fannst ég geta nýtt þau. Þegar ég fór svona að breyta minni framkomu og sína auðmýkt og hlustun og hluttekningu og þá breyttist staða mála þarna suður með sjó til mikill að munna og ástandi snar batnaði og það þurfti nú ekkert mikið til en hugarfarsbreytingu þurfti og svo 2008, 2 árum síðar var ég svo heppinn að sitja ráðstefnu hjá Sigrúnu Gunnarsdóttur í Skálholti þar sem að hún kynnti hugtakið þjónandi forystu fyrir okkur. Ég ætla ekkert að fjalla hana hér en hún og Arna Gretarsdóttir ætla að ræða hana hér á eftir en þetta varði í rauninni, hafði mjög mikil áhrif á mig og okkur og Keflavíkurkirkja varð og enn frekar í dag samfélag leiðtoga og sem að vinna margir hverjir í sjálfboðinni þjónustu og hafa náð alveg ótrúlegum árangri. Nú, hér sjáum við nú ákaflega óskýra mynd af þessu skipuriti þjóðkirkjunnar og okkur til hæðarauka þá ætla ég aðeins að einfalda þetta. Það eru svona 2 megin þættir sem við erum að vinna með, það ekki? Við erum svona búin að skipta verkefnunum á milli 2 skrifstofa, rekstrarstofu og þetta sem einu sinni hét biskupsstofa og tilgáta mín og mér langar að deila henni með ykkur hér gengur út á það að sem sagt hvor þessara eininga hafi ákveðið afmarkað hlutverk sem eigi sem sagt kenna við þetta tvennt. Annars vegar erum við að tala stjórnun sem þá það sem að rekstrarstofan hefur með höndum og hins vegar erum við komin í þá merkilegu stöðu að biskupinn getur einbeitt sér að því sem við getum kallað forystu og hér svona frekar ónákvæm greining á þessu tvennu en ég held að það sé nú alveg hægt að ég standi nú alveg með þessari skilgreiningu á þessum 2 þáttum. Stjórnun væri þá samkvæmt þessu að fylgja þeim áætlunum sem hafa verið gerðar og tryggja það að menn haldi sig innan kostnaðarramma og sinna svona þessu eftirliti. Þetta svona statísk þjónusta. Forystan aftur á móti miklu dýnamískari og felur það í sér að líta til framtíðar og mér langar hreinlega bara að spyrja hérna þá bara í framhaldi hvenær erum við leiðtogar? Hvað það sem að gerir okkur að leiðtogum? Og það fyrsta, eins og hefur nú kannski þegar komið fram, að við þurfum að hafa framtíðarsýn. Og þetta sæki ég í kennslubóki þjónustu forystu eftir tím nokkuð láp. Það að segja, ef að hirðirinn ekki á leiðinni neitt, að þá hann í rauninni ekki að sinna sínu hlutverki, þá bara stöðnun og forysta getur ekki byggst á því að allir standi bara í stað. Það hlýtur að fela í sér
sú siðferðislega krafa að manneskja sem að hefur forystu hlutverk horfi á einhvern hátt fram á við og velti fyrir sér hvert eðlilegt að halda. Þetta varla nóg það að hafa bara framtíðarsýn. Hérna getum við séð, þetta getur verið 2 prestar í eftirpartí á prestastefnu og annar segir við hinn, kirkjan þarf að vera sýnilegri, og hinn kinkar kolli og svo vaknaði daginn eftir með léttan hausverk og ger ekki neitt. Þannig að það ekki nóg að vera með framtíðarsýn sem byggir á því að kirkjan verði sýnilegri. Við þurfum auðvitað að grípa til aðgerða. Það þarf að koma hlutum í verk. Það hins vegar ekki alveg nóg. Það hlýtur að þurfa eitthvað meira til. Og hérna sjáum við nærtækt dæmi á mörgu leyti mjög áhugavert nýsköpunarverkefni sem ráðust var í kirkjunni, sem að hefði getað reyndar orðið tímamótaverkefni og við þekkjum það öll sem að höfum unnið með þá mynd sem fólk hefur af Kristi, hún margbreytileg. En því miður þá var þetta verkefni ekki svo lyftistöng fyrir starf okkar eins og þau gerðu ráð fyrir sem að höfðu undirbúið á skipulagta. Skýringin held ég að sé svo að það var ekki búið að vinna nógu mikið í jarðveginum. Það var ekki búið að tala nógu mikið við okkur öll sem erum að sinna verkefnum á sviði barna- og æskulýðsmála. Þannig að það kemur að 3. atriðinu sem að virkja aðra. Forysta felur það í sér að við erum ekki að starfa ein eða í lokuðu rými. Við erum í rauninni að vinna með aðra hópa. Og þannig erum við þá komið 3 atriði sem í enskunni eins og þið sjáið hafa svona skemmtilegan hljómgrunn. Þannig að leiðtogi verður að hafa framtíðarsýn, verður að geta gripið til aðgerða, verður að geta unnið í hópi og hvatt aðra til að starfa með sér eins og Sigurvin svona búin að ræða með okkur núna. Og loks af því að forysta dýnamísk en ekki statísk, að þá felur það í sér að hér sjáum við nótnablað með engum nótum, það þarf sem sagt að koma á breytingum. Og þetta svona kjarninn í forystu, þetta segir ekkert það hversu farsælar eða góðar breytingarnar verða. Við þekkjum dæmi leiðtoga sem að hafa uppfyllt allar þessar kríteríur en skilið eftir sér sviðna jörð. Við þekkjum að sjálfsögðu líka dæmi hið andstæða. Af miklu myndarskap þá vann þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar könnun meðal okkar presta og meðal djákna og presta sem það sem varpa var upp spurningum það hversu sammála eða ósammála við vorum tilteknum staðhæfingum. Og þau voru svo elskulega að senda niðurstöðurnar á mig. Það voru nú kynntar á prestastefnunni á Stykkishólmi núna. En hér sjáum við rauðar tölur óásættanlega niðurstað. Það neikvæð svörun. Margt af því sem að þau unnu með í þessari könnun kom vel út. En ég ætla að nefna 3 atriði sem að sýna það að það svigrúm til framfara. Í fyrsta lagi starfsfólk þjóðkirkjunnar sýnir hvert öðru virðingu. Það sem opnaði augu mín þegar ég fór að tilenga mér nýja hugsun og þessi forystufræði var í rauninni hvað guðfræðingurinn á auðvelt með að setja sig inn í þá hugsun. Alveg frá því að við byrjuðum í guðfræðináminu þá hefur verið unnið með þessi hugtök eins og empatí og virkar hlustun og að geta sett sig í spor annarra að ógleymdri gullnu reglinu og öðrum slíkum þáttum. Og það umhugsunarefni hvers vegna þessi fullyrðing kemur svona illa út. Þjóðkirkjan hefur skýrt langtímamarkmið og skýra framtíðarsýn. Aftur niðurstaðan svona neikvæð, rauðar tölur. Og þarna kannski blasir við okkur ákveðin skipulagsvandi sem við erum vonandi búin að leysa úr með því að greina þarna á milli rekstrarsviðs og biskupsþjónustu að biskupinn hefur til skamms tíma verið með óhemju viðamikil verkefni á sinni könnu sem var hreinlega að falla undir stjórnun og við lesum í fjölmiðlum þegar verið að taka á þessum erfiðu málum sem koma upp og hlýtur að vera mjög tímakrefjandi og taka mikla orku. En þetta stendur eftir þegar að
þjónar kirkjunar eru inntir eftir þeirri framtíðarsýn sem til staðar, að þá verður niðurstaðan svo að þeir greina ekki þá framtíðarsýn. Og ef að eitthvað að marka þessa skilgreiningu sem kom hér áðan á forystu, þá heldur betur þörf á að breyttri hugsun þar. Og loks það, hér síðan stöðugt unnið á umbótum, og hérna erum við kannski komin inn á þetta sem að kallast breytingar, að það sé verið að vinna að stöðugum jákvæðum breytingum í okkar samfélagi, og aftur það neikvæðar niðurstöður. Þannig að við höfum í rauninni, við erum sennilega bara á krossgötum nýrra tíma í þjóðkirkjunni, þar sem að það mjög mikil þörf á því að við förum að horfa á okkur sem leiðtoga, bæði í stóru og smáu, og ég kannski spegla þetta svolítið við sjálfa mig þegar ég lenti í steypiregninu fyrir tæpum 20 árum. Og sem dæmi bara þá sýni ég ykkur hérna framtíðarsýn. Framtíðarsýn getur við móta til dæmis með því að spyrja okkur hvaða sem okkur mislíkar, hvað pirrar okkur. Það getur verið ein góð leið til þess að sjá það hverju við viljum breyta og hvernig við viljum hafa framtíðina. Hérna eru mjög skemmtilegar, við erum náttúrulega biðjandi, boðandi og þjónandi í kirkjun okkar, en ég veit ekki hvort þið sjáu þetta allt saman, en hér bara ýmis samfélög sem eru með mislangar svona bara stefnu yfirlýsingar. Disney bara gera fólk ánægt eða hamingjusamt, og svo erum við með þarna ólympíuleika fatlara, sem með mjög nákvæm og viðamikil hugmynd þar, og Smithsonian og BBC og fleiri. Þetta í rauninni auðvitað bara toppurinn á ísjakanum. Undir þessum slagorðum náttúrulega mjög mikil áætlanagerð og hugmyndasmíð og hvatning, en ég held að við ættum að fara að vinna í þessum anda. Nú, hérna sjáum við dæmi framtíðarsýn sem alveg mögnuð. Þetta leikskólastjóri á Sólborg sem sérhæfa sig í kennslu fyrir heyrnarskert og heyrnarlaus börn, og hér bara brilljant pæling. Bara starfsfólki í fyrsta sæti og börnin í öðru. Og það svo gaman með svona yfirlýsingar að þetta náttúrulega virkar stuðandi kannski, hvernig dettur ykkur í huga að láta börnin mæta afgangi, en niðurstaðan auðvitað svo, þetta náttúrulega bara þjónandi leiðtogi, ef að starfsfólkið í fyrsta sæti, að þá fer það beint í börnin. Það sem sagt unnið með þá hugsun að hamingjusamt starfsfólk kemur framúrskarandi vel við börnin og þá væntanlega foreldrana líka. Þannig að það ýmislegt. Þannig að svo erum við að vinna aðeins með stjórnunina, mér langar aðeins að fjalla það líka. Og það auðvitað bæði náttúrulega svolítið flókið að stjórna fólki eins og þjónum kirkjunar, en leið ákaflega sem sagt áhugaverð áskorun sem að á sér merkilegt nokk hliðstæðu í stjórnunarfræðum. Einar Sigurbjörnsson í embættisgjörð sinni, þá talar hann að presturinn sé raunverulega bundinn fagnaðar erindinu, og ég bæti því við að þetta kemur frá mér í lokin, að þetta sem sagt ólíkt því þar sem við erum kannski að vinna í mjög lagskiptum skipulagsheildum, þar sem að fólk lítur beinu boðvaldi sinna yfirboðara. Og við sjáum fleira dæmi, hér erum við með Augsborgarjátninguna, skipulagið ekki neitt fagnaðarerindi, benda þeir á þarna 1530, og heldur þetta aðalatriði við sem sammála þetta. Og svo náttúrulega þekkjum við stóramanninn, Lúther. Þannig eru þeir að halda án, það sést nú ekki vel, bera hann út úr Laugaveginum, að hér kristinn maður frjálsherra allar hluta og engum undirgefin, auðmjúkur þjónn öllum undirgefin. Hér erum við bara að vinna með þessa spennu á milli þess að vera frjáls og svo bundinu auðvitað kærleikanum. Og þá það spurningin, það sem við höfum kannski tekið mest eftir þegar kemur að samskiptum okkar við okkar yfirboðara, það hafa svona verið þessi hugtök eins og skýrslugerð og eftirlit og umgjörðin, og auðvitað stigveldið með öllum þessum millistjórnendum og alveg upp í biskupinn.
Og svo erum við aftur á móti, upplifum við það kannski frekar í okkar þjónustu sem þá meira eins og frelsi og verktaka, við þykjum auka peninga fyrir sum á okkar verkefnum og líka ákveðið starfsöryggi sem fylgir. Og það spurningin, þegar við erum þá að vinna með hugtök eins og stjórnun í þessu samhengi, verður þetta ekki bara algjört furðuverk, kirkjan og skipulag hennar í þessu ljósi? Ég held ekki. Ég held að við ættum að líta á kirkjun okkar, þetta mikla stóra samfélag sem byggir á annars vegar þessum hugmyndum frelsi, samviskufrelsi, bundin fagnaðarerindum og öllu því, líta á hana sömu augum og gert bara í samfélögum sem að vinna með nýsköpun. Þar lagt allt upp úr frelsi fólksins. Það allt önnur umgjörð utanum starfsfólk á því sviði heldur en í annars konar skipulagsheildum. Og hér sjáum við til dæmis einn af þessum stóru nöfnum í stjórnunarfræðum, Mintzberg, og þar hann að flokka starfseiningar eftir eðli þeirra og starfsemi og alveg frá því það sem fólk að vinna einhæfa vinnu á flæðilínum, skyndibitarstöðum þar sem að fólk fær frí eða pásu á ákveðnum tímum og allt niðurnjörvað og það talsvert mikið eftirlit og svo alveg upp í það þegar við erum komið með meiri sérfræðiþekkingu, meiri kröfu nýsköpun og svo frumkvöðlana sem kannski aðeins fattin að strúkturera sig meira, en það engu að síður að þá dregur alltaf úr eftirlitinu, það alltaf meiri áhersla lögð á það að fólk sé að vinna eftir köllun og sérfræðiþekkingu þar sem það hefur í rauninni einlæga löngun til þess að nýta náðargáfur sínar og kraft. Og þannig að við getum kannski sett þjóðkirkjuna í þetta tvennt að við séum. Ég skrifaði nú mína MBA-ritgerð einmitt nýsköpun innan þjóðkirkjunnar og hún alveg stórmerkileg og það óhemju mikið og grósku mikið starf á því sviði sem einmitt byggt á fagnaðarerindinu og samvisku viðkomandi þjóna án nokkur boðvalds að ofan. Og svo erum við með ákaflega skemmtilega hugmyndir sem ég nú kannski ekki tíma til að vinna mikið hér eða ræða hér, ég held að nú örugglega farin ég er nú búin að vera svolítið fljótur með þetta, en það sem sagt þessi Frederick Laloux sem að vinna þessa hugmynd þar sem að hann að tala sem sagt skipulagsheilda og rauninni bara félaga, alveg frá rauðu sem getur bara verið þessum glæpagengi þar sem menn eru bara barðir í spaði ef þeir hlýða ekki og svo það herinn og svo það svona flæðilínan og svo fer þetta upp í fjölskylduna og það kannski fyrirkomulag sem við þekkjum þar sem allir þurfa að vera sammála, það verið að vinna á grundvelli sameiginlegra hagsmuna og mikil áherslu lögð á það að grasrótin taki þátt í allir ákvarðanagerð, mjög mikil tími gefinn í þetta og lagt upp úr góðum starfsanda og svo talar hann þetta grænbláa eða tíl sem að ég leyfi mér að kalla urtlita því að tíl sem sagt urtönd og með þennan fallega haus eins og stokköndir sem getur ýmist verið blá eða græn eftir hvernig lítum á hann og þar erum við aftur á móti komin inn í kerfi þar sem algjörlega búið að brjóta upp píramídastruktúrin og það í rauninni verið að vinna miklu frekar að ákveðnum verkefnum sem að einhver tekur þó að sér að leiða í ákveðin tíma og og óhemju skemmtilegt að lesa þetta og Robert Jacks sem að hefur verið meðal samstarfsmaður Sigrúnar í þjónandi forystu skrifa mjög skemmtilega grein þetta. Og sjáum við til dæmis bara dæmi þessi félög sem að þjóðkirkjan gæti hreinlega litið til þegar kemur að því að spyrja sig að því hvernig stjórnun ætti að vera háttað þar og þar með auðvitað fléttast þetta þá saman við forystuna. Buurtzorg hollenskt heimahjúkrunarfyrirtæki með 20.000 starfsmanna. Ég held að séu 16 þeirra með starfsheitið stjóri.
Allt byggir þetta upp á teymisvinnu og þeir hafa náð framúrskarandi árangri og selt þetta módel til margra annarra landa. Gore-Tex þekkjum við náttúrulega öll, eigum örugglega einhverja flík frá þeim. Þeirra motto í rauninni að öll orka starfsfólksins fari í skapandi vinnu, engin orka fari í að glíma við kerfið eða býsnast yfir því að einhverju sé að maka krókin eða eitthvað slíkt. Og Spotify þarna niðri sem að einmitt byggir mikið á þjónandi forystu líka og þannig að það er svo mikil gróska í þessu og það er svo gaman að spegla í rauninni hinnar upprunalegu hugmyndir þeirra sem móta kirkjuna við það nýjasta sem að gerast núna í heimi fyrirtækja og rekstrar. Og þá það bara að vera að búa hjá mér og hérna sjáum við náttúrulega okkur eða presta og djákna og hér þetta önnur kannski hefð sem að við erum svona einhvern veginn að máta okkur með sem er náttúrulega ákveðið stigveldi sem að kannski má rekja til þess að kirkjan skipulagði sig svona með hliðsjón af því hvernig konungsveldi var skipulagt á sínum tíma með öllum þeim millistjórnendum og embætti prestana. En áskorunin hlýtur að vera svo að vinna eftir grundvallar hugmyndum kirkjunar sem Sigurvin talaði í loka orðum sínum með lýðræði og frelsi og þennan sköpunarmátt andans í þeirri skipulagsheild sem þjóðkirkjan og þá að vinna með okkur. Og í lokin langar mig að sýna ykkur, skemmtilega mynd hérna, sem dæmi það hvað ég var forpokaður í forustunni að ég var farin að skoða allt í gegnum þau þykku gleraugu og var að taka til í tölvunum minni einhvern tímann og rakst á þessa mynd sem tekin upp á Fimmvörðuhálsi þar sem við hjónin höfum verið að labba einhverjum árum áður. Og það blasti við mér hvað hún í rauninni merkileg. Skiltið í miðjunni sem sagt ólæsilegt en hin bara nokkuð góð. Sennilega vegna þess að vindáttin þarna ríkjandi að sunnan og sandurinn lemur á miðskiltinu. Og ég hugsaði með mér, þetta í rauninni svolítið lýsandi fyrir stöðu okkar, stöðu mína eins og ég upplifði hana þegar ég var alveg að visna og veðrast þarna í átökunum suður með sjó. Maður lendir í alls konar hremmingum í lífinu og vel viljað fólk bendir manni á að stundum ætti maður að koma sér frá jökulrótunum og fara bara niður að sjó og í kjarrinu og flýja leikara, taka sér frí eða fara í eitthvað þægilegra. En stundum spurningin kannski bara svo hvernig við snúum, hvort við lítum á fólkið í kringum okkur sem keppinauta eða jafnvel andstæðinga eða hvort við lítum á fólkið í kringum okkur sem samverka fólk til góðra verka. Takk fyrir. Hjartans þakkir fyrir þetta erindi. Nú, það örlítið tími fyrir nokkra spurningar. Ég myndi kannski halda að við hefum svona 3, 4, 5 mínútur. Þetta efnismikið hérna hjá okkur. Takk kærlega fyrir. Ég leiðrétti engan. Það bara hérna. Þjónandi forysta má rekja aftur til Jesú Krist, svo ég segir það nú bara alveg hreint út. Jæja, en hvað það? Ég ætla að sé ekki einhverju sem myndi vilja spyrja eftir þessi áhugaverðu innlegg. Hérna. Þá myndi ég bara koma með mikrofónin til ykkar og þetta náttúrulega allt í streymi. Getum því miður ekki tekið við spurningum í gegnum netið. Já. Sælir bræður, svo Arna kallaði ykkur. Ég heiti Sigrún Gunnarsdóttir og tala hérna rétt á eftir. Mér finnst þessi kynning bara svo holl og góð, innlegg inn í framtíðar umræðu. Og ég held að öll umræða stjórnun og skipulag og forystu, teymisvinnu og samskipti og allt þetta sé eilíðar umræða. Og við þurfum bara að halda áfram að þróast og þroskast og við getum nýtt svo margt úr mörgu. En samtalið upphaf.
eða bara framhald, auðvitað er þetta ekki fyrsta samtal, en þetta er eilíðar verkefni og ég er nú bara venjulegur leikmaður í kirkjunni, þó hefur nú verið einu sinni í sóknarnefnd hjá Skúla, en sko byrja nú reyndar í guðfræði fyrir 1000 árum, en ég bara fagna þessari umræðu og ég vona að það verði lifandi samtal þetta í kirkjum landsins og á vettvangi kirkjunnar. Ég bý á Seltjarnarnesi, ég myndi koma ef það væri svona samtal eitthvað sunnudagsmorgunni fyrir messu. Bara pæla í þessu, því við erum náttúrulega öll í kirkjunni og eigum hana saman. Takk kærlega fyrir þetta innlegg. Ykkur fleiri sem við myndum vilja leggja orðið í belg eða vera spurningar? Já, sæl. Það verður að vera minnst úr 2 rættir. Hjartans þakkir fyrir þessa góðu pælingu. Hún var holl og góð. Það er sístætt verkefni að við endurnýjum hugsun okkar markmið og lokamarkmið og þar af leiðandi í kjölfarið þetta leiðir. Og það markmiðið tengist samfélaginu og einstaklingunum. Og við þurfum að hræra þetta svolítið saman við að endurnýja og enduruppgötva guðfræðin okkar. Bara þetta gamla orðalag þessi loka markmið heila mannesku og guðsýkið, hvað það merkir og vinna svolítið þar. Við erum að stefna að sáluhjálpinni sjálfri og umbreytingu hjartananna og þá verður allt gott þegar manneskjan er farin að elska hið góða og vilja hið góða. Já, meiri pælingu inntak lokamarkmiðana. Bara segjum amen við því. Við þökkum ykkur hjartanlega fyrir áhörnina og fyrirlesurinn kærlega fyrir áhugaverðirindi og skulum klappa fyrir þeim.
það er gefið með. Ok, gott. Takk fyrir. Þá bara býð ég alla nærstadda velkomna og fjarstadda líka sem að hlusta okkur á streyminu á þessa málstofu sem fjallar þjónandi forystu sem nú heldur betur áhugavert viðfangsefni og aðkallandi og við fáum sem sagt þessar tvær konur sem eru sérfróðar í þjónandi forystu, það er Dr. Sigrún Gunnarsdóttir og Arna Grétarsdóttir og þá býð ég þið bara velkomna, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég á að vera tengd. Já, komið þið sæl. Það er sönn ánægja að fá að vera hérna á þessum dögum sem eru tileinkaðir friði og ég vona að það sem ég ætla að tala hérna hafi augljós tengsl við frið þó ég sé ekki að fjalla hann í og fyrir sig. Já, ok. Ég ætla sem sagt að tala þjónandi forystu sem við getum sagt að felist í því að veita forystu með þjónustu. Og þá getum við bara staldra við og gefa okkur hálftíma og pælti í því hvað það þýðir eiginlega. Að veita forystu með þjónustu. Hvað er það? Og í fljótu bragði og þeir sem þekkja kirkjuna geta kannski séð það í hendi sér, en almennt er þar svolítið að útskýra það. Í fyrsta lagi þá er að ræða hugmyndafræði. Við erum ekki að tala stíl. Við erum ekki að tala stíl sem við getum talið upp, 1 upp í 10, gera þetta og þá heitir þetta þjónandi forysta. Þetta er hugmyndafræði, samskipta, stjórnunar, skipulags, sem nær til allra. Og undir þessari hugmyndafræði eru margir stílar. Þar á meðal umbreytandi forysta, þar á meðal auðmjúk forysta, þar á meðal valdeflandi forysta, lýðræðisleg forysta og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er hugmyndafræði og það má segja að í stuttu máli hún snúist vitund, að maður hafi vitund hlutina, fyrir nánari þá eftir, og ekki síst ábyrgðarskyldu. Hvað ber mér að gera? Hvað hef ég samið í sambandi við mitt hlutverk? Hvað á ég að gera? Þetta snýst stuðning og áhrif margra, marga leiðtoga. Þetta er í raun og veru starfsandinn eða menningin. Það fer allt, mótar allt. Og sérstaða þjónandi forystu felst í nafninu. Að þetta sé sem sagt forysta með þjónustu, þetta samspil sem að kannski í fyrstu er svolítið skrítið. Hvernig í ósköpunum getur maður verið leiðtogi leið og maður er þjónn. Og það situr í flestum. Þegar ég byrjaði að brasa þessari hugmynd upp úr 2006 og þar á eftir, þá sögðu vinkonur mínar, þetta er mjög áhugavert hjá þér, en getur ekki notað eitthvað annað orði við þetta. Þetta er svolítið óþjált orð. En ég hugsaði mér, það er nú ekki alveg gott að gera það þegar þetta heitir servant leadership. Og þessi samsetning, hún til dæmis, minnir okkur að þetta eru 2 hliðar á sama peningi, þjónustan og forystan. Maður er í senn þjónn og leiðtogi og það kallar á þjálfun. Þetta snýst frelsi með ábyrgðarskyldunni. Fyrst er ábyrgðarskyldan og síðan höfum við frelsi í ábyrgðarskyldunni og þetta getum við sagt að sé umhyggja með aga, við getum sagt að þetta sé mildi með festu og við getum sagt að þetta er þegar þjónnin verður leiðtogi. Þjónnin verður leiðtogi og það var það sem að bók Robert Greenleaf fjallaði Servant as Leader sem hann gaf út árið 1970 í lok starfsferilsins. Þá hafði hann verið að vinna þessu í næstu 40 ár og átti mikið á nótum og hafði verið ráðgjafi í stjórnun og kennari og tók þetta saman og gaf þetta út á sinn eigin reikning og svo framvegis og síðan hefur þessari hugmynd vaxið fiskur hrygg. Sjálft rýndi ég í hugmyndir Greenleaf hérna fyrir mörgum árum, las allt sem ég komst yfir, skrifaði hjá mér og gerði þetta svona eftir kúnstanar reglum og sá að þegar ég leitaði svara við spurningunni hvernig lýsir höfundurinn þjónandi forystu. Og þegar ég tók það saman og flokkaði það niður, þá voru það 3 bunkar sem ég var með á skrifborðinu. Í fyrsta lagi er það að leiðtoginn þekkir sjálfan sig, hefur vitund sjálfan sig.
Á vitundinni byggir hann sjálfsþekkingu og innri styrk sem birtist með auðmýkt. Það er fyrsta, það er útgangspunkturinn, við byrjum þar. Það gerir viðkomandi kleift að hafa vitund aðra og hafa áhuga á öðrum, hlusta á aðra, vera fyrst til að treysta og skapa traust og á grunni þessa trausts að veita frelsi. Þetta eru bara 2 punktar. 3. punkturinn sem er svo augljós í ritum Greenleaf og annarra fræðimanna er að allt stefnir þetta að einhverju. Og þess vegna snýst þetta það að vitund tilganginn, vitund hugsjónina, siðgæðið, vitund friðinn, ef því er að skipta. Og á grunni þess sem okkur ber að gera, höfum við ábyrgðarskyldu. Þess vegna er mikilvægt að hafa það á hreinu, hvað við eigum að gera, svo við vitum hver ábyrgð okkar er. Og til að undirstrika, við erum ekki að vinna með gamla píramídan, þá teiknaði ég öfugan píramída. Til að undirstrika, stigveldið er ekki alveg þarna, svona augljóst, en sannarlega er við ekki að ógna einhverjum lögum stjórnsýslu eða eitthvað slíkt. Auðvitað förum við að lögum, en í samskiptum okkar höfum við jafningjabrag og þess vegna sett ég hring utan það, vegna þess að við sitjum öllu saman borð. Eins og Kristur sat með lærisveinum sínum. Og þetta er það sem að hugmyndin gengur út á, svona samkvæmt mínum greiningum á þessu. Í fyrsta lagi er það þjónustan sem snýst það að sjá sjálfan sig og sjá aðra, og öðru lagi er það forustan, það er að segja við vitum hvert við erum að fara. Og þessi hugmynd, hún nýtist í mörgu, hún nýtist á vinnustöðum, hún nýtist í samfélögum og snýst náttúrulega þennan raunverulega áhuga á öðru fólki. Og þegar við erum að tala frið og kannski tala sætti, að við ætlum að ná sáttum, þá náum við náttúrulega ekki sáttum ef við höfum eitthvað áhuga á hinum. En þessi hugmynd, hún byggir á því að við höfum raunverulegan áhuga á öðrum og viðfangsefnunum og umfram það sem að snýra okkar eigin hagsmunum. Og þetta reynir svolítið á egóið. Að við höfum, til dæmis hef ég áhuga á Örnu og hennar framgangi, þó að geti kannski skikkt á minn framgang. Það reynir á. En ég hef raunverulegan áhuga á því. Og það er prófsteinninn. Og við höfum sem sagt sjálfsvitund sem byggir á þessu og við viljum læra og við viljum taka við gagnrýni og við viljum halda áfram að þroskast og á grunni þessa verður til auðmýkt vitundina hagsmuni annarra. Allt spilar þetta saman og hjálpar hvert öðru og auðmýktin virkar þarna eins og olía. Hún smyr öll þessi samskipti og auðmýkt er náttúrulega fyrirbæri sem við þurfum flest að þjálfa okkur í. Og er stöðugt verkefni og það var hérna á árunum þegar við byrjuðum með þetta í kringum 2006 og 7 og 8 þá vissum við alveg að Íslendingar voru ekkert heimsmeistari í auðmýkt. Við áttuðum okkur á því. Og við þurfum semst að hafa vitund tilganginn og ábyrgðarskylduna og á grunni innri styrks og þess sem okkur ber að gera höfum við hugrekki til að taka þátt í rökræðu og að virkja marga. Það truflar okkur ekki, að virkja marga. Og þarna er ég búin að segja svo mikið að þetta er strax orðið óþægilegt fyrir hvern sem er að meðtaka þetta og fylgja því. En þess vegna er þjónandi forystu ekki einfalt fyrirbæri. Hún er alls ekki einfalt fyrirbæri. En hún er ferðarinnar virði vegna þess að árangur hennar er umtalsverður. Og rannsóknum hana fjölgar mjög og þegar ég byrjaði í þessu þarna fyrir bráðum 20 árum þá nánast vissi ég hverja nýja rannsókn sem var birt. Núna maður að taka sér frí í marga vikur eða mánuði til að fylgjast með þessu. Og þeim fleygir fram og það eru mjög mikill fjöldi rannsóknar sem birtist frá Bandaríkjunum, Kanada, Evrópu, ekki margar frá Norðurlöndunum, örfáar, en langflestar frá Asíu. Og Kína er náttúrulega asísku löndin
eru náttúrulega mjög öflug í að senda sitt fólk í framhaldsnám og það skýrir kannski allar þessar birtingar. En árangurinn, ef ég bara tel upp það helsta, þá það starfsánægja sem að rannsóknir sína endurtekið og það umfram aðrar áherslur sem þekktar í forystu, að starfsánægjan hún tikkar hærra, vellíðan og traust, sálrænt öryggi í starfi sem verður alltaf meira og meira og það mjög mikilvægt fyrirbæri þegar við erum að tala um frið. Sálrænt öryggi heitir psychological safety á vinnustað. Þori ég að segja skoðun mína, þori ég að gagnrýna. Rannsóknir sýna tengslin þarna á milli. Það sem hefur skipt miklu máli fyrir vinnustað undanfarið að því meiri sem þjónandi forysta mælist, þeim minni líkur á kulnun í starfi og jafnvel engin. Rannsóknir hér á landi sýna það. Vinnustaðmenningin verður góð, samfélagslega ábyrgðin mikil og árangur rekstri umtalsverður. Og nýjar rannsóknir hafa sýnt það að þegar verið að mæla profit eða performance, einhvern árangur, að það bein tengsl á milli, en það kannski ekki ólíklegt. Þegar að fólk ánægt og líður vel og getur talað og á í samskiptum og þróar og þroskar hugmyndir, að þá verður náttúrulega árangur af rekstri. Þannig að það mikill sparnaður í þessari hugmynd. Og ég tók hérna fram bara svona pínulítinn samanburð til að undirstrika að þetta sígild hugmyndafræði. Indverjar segja þeir eiga hana, Kínverjar segja þeir eiga hana, kristnir segja þeir eiga hana, indjánar segja þeir eiga hana. Þetta sígild hugmyndafræði. Og það til margar doktorsritgerðir sem hafa skoðað þetta og ég hef ekki alveg kynnt mér þar allar í þaula. En þetta nokkurn veginn skilaboðin og það bara dásamlegt, því fleiri því betra. Og ef við skoðum prófsteina Greenleaf á móti því sem að ég kalla prófsteina Adam Grant, sem einn þekktasti vinnusálfræðingur bara samtímans og virtasti prófessor, mjög ungur, hann fæddur 1981. Hann mjög þekktur og viðurkenndur og talar á öllum þessum virtustu svona samkomum sem ræðir. Prófsteinar Greenleaf eru þeir. Hann segir, þetta sem við erum að gera? Erum við að gera rétt? Hvernig vitum við það? Hvernig vitum við að við erum að gera rétt? Við vitum það, eins og stendur í bókinans, ef að þau sem erum að þjóna, ef þau vaksa þau raunverulega. Verða þau heilsuhraustari, fá þau meiri visku, frelsi og sjálfstæði, verða þau líklegri til að vera þjónar og hver eru áhrifin fyrir þau sem að minnst völd hafa. Þetta voru prófsteinarnir. Þetta viðmiðið. Ef að þetta ekki alveg komið þá bara verk framundan og það verk framundan hjá okkur öllum. Svo hugsaði mér, Adam Grant hefur náttúrulega aldrei sett fram neina prófsteina. En hann hefur skrifað töluvert þjónandi leiðtoga, þar að segja á samfélagsmiðlum. Hann ekki skrifað það mjög mikið bækur eða slíkt. Hann segir, sjálfmiðaður leiðtogi, hann neitar því að breytast og hann staðnar eða hún. Auðmjúkur leiðtogi laðar sig að og til þess að hlutinni gangi betur. Þjónandi leiðtogi, hann endurnýjar sjálfan sig til þess að öðrum líði betur. Og hann skrifaði töluvert þetta á samfélagsmiðlum í heimsfaraldrinum og þá meðal annars þetta fram. Slæmir leiðtogar, þeir trúa því að fólk vinni fyrir þá. Góðir leiðtogar trúa því að fólk vinni með þeim. Mjög góðir leiðtogar trúa því að þeir vinni fyrir fólkið. Þjónandi leiðtogar eru nauðsynlegir í kreppu vegna þess að þeir setja aðra í forgrunn. Og rannsóknir heimsfaraldurinn sýndi að hvar sem það var, þá voru þessi einkenni þau sem að skiptu mestu máli og við höfðum þau hér á landi í þríeiki, talandi eitthvað þrennt. Þríeikið okkar var þarna, algjörlega. Þórólfur var með framsýnina, Víðir var með auðmýktina og Alma var með umhyggjuna. Þau fléttuðu þetta öll saman. Og eitt í viðbót frá Adam Grant, hann segir að auðmýkt ekki merki það að við höfum lítið álit á sjálfum okkur, þvert á móti, hún endurspeglar það að við höfum vitund sjálf okkur. Og þetta snýst ekki það að við neitum styrkleikum okkar, þetta snýst bara að við tökum framförum.
Og þjónandi, leiðtogar eru þar en einstaklingsmiðar leiðtogar, þeir eru háðir egóinu en auðmjúkir, þeir draga fram vöxtinn og árangurinn. Og þá ég komin að þessu lykilhugtaki í þessari hugmyndafræði og það auðmýktin, hún leyndardómurinn í þessu. Hún líka flókið fyrirbæri. Og ég hef verið í námskeiði hjá sjálfur mér í auðmýkt núna bráðum í 20 ár eða meira sko. Og við tökum einhverjum litlum framförum en Jim Collins sagði það þegar hann birti sína þekktu rannsókn 2001 að auðmýktin X-faktorinn. Það leyndardómurinn, það breytingin á þessu öllu sem breytir góðum leiðtoga í mjög góðan. Og það snýst það að vera auðmjúkur hið ytra en öruggur hið innra og þetta fyrirbæri sem smitast mjög mikið. Smitast alveg hreint. Og við finnum það, nú ég kennari og maður finnur þetta strax í kennslustofu. Ef maður verður á að vera með hroka, þá fær maður að beint í andlitið. Ef maður reynir að vera á hinn veginn, þá verður allt betra. Þægilegra og samskiptin. Þetta snýst sem sagt að valdefla aðra. Það snýst mjög mikið valdeflingu, byggja traust, vinna af innri styrk og styðja aðra. Allt þetta stór hugtök. Og styðja hvert annað til að blómstra með skýran tilgang og ábyrgðarskyldu. Það verða allir að vita hvert stefna. Og stundum hættur okkur til að segja svona bara, já, það var mjög gott hjá þér. Það var mjög gott hjá þér, en hvað var gott hjá mér? Náði ég markmiðinu? Hvað nákvæmlega var gott? Að hverju vorum við að stefna? Það verður ekki til gagns nema við vitum í hvaða ramma við erum að starfa. Og þetta snýst sem sagt þetta þrennt. Það að hafa vitund aðra, vitund sjálfa svo og vitund tilgangin. Og við þurfum að flétta þetta einhvern veginn saman á hverju augnabliki. Og þetta krefst mikillar þjálfunar og tekur mörg ár. Og Greenleaf sagði sjálfur, skrifiði bara á legsteinni hjá mér að ég hafi verið efnilegu nemandi. Það allir á leiðinni. En ef við erum í þessari pælingu og vitundin aðra, hún skapar traust og skilning. Vitundin tilgangin, hún hjálpar okkur að vita hvað við að gera. Hver ábyrgð mín hérna í þessu verkefni? Vitundum sjálfan sig skapar innri styrk. Ekki það að við getum allt og vitum allt, heldur bara við vitum hvar við stöndum. Þetta virkar saman, ábyrgðarskyldan, innri styrkurinn og eflir traustið enn frekar. Það vitum við þegar við rifjum upp bara einhver samtöl. Ef maður veit nákvæmlega hvert samtalið, hvað samtalið á að vera eða verkefnið og við höfum innri styrk og frið og jafnvægi, þá verður til traust. Og traustið og skilningurinn skapar þetta sálræna öryggi sem grundvöllur góðrar teymisvinnu til dæmis. Að ég þora að tala, ég þora að segja, ég þora að gagnrýna þó ég sé ekki á móti viðkomandi. Ábyrgðarskyldan gerur okkur kleift að hafa áhrif innan rammans. Við vitum það náttúrulega, ég hjúkrunarfræðingur og ég lærði það í geðinu strax og í barnahjúkrun, allir þurfa að hafa ramma. Og ef við vitum ramman þá líður okkur betur. Og þetta tvennt, öryggið og ramminn, sína rannsóknir aftur og skapi velíðan og árangur. Árangur í samningum, árangur í samskiptum, árangur í hvaða störfum sem Alltaf fleiri og fleiri rannsóknir sem sína okkur það. Góðir leiðtogar, þeir þurfa eiginlega ekkert að vera með einhverja stæla og læti. Þeir auðmýktin, hún skapar styrkin. Og við höfum séð þetta hjá mörgum farsælum leiðtogum. Á óvæntum augnablikum. Að mýktin og auðmýktin skapar árangur. Þetta eru leiðtogar í ýmsum löndum og ef við draugum þetta saman þá snýst þetta að sjá sjálfan sig. Hvernig er ég hérna í Lindakirkju? Er ég að tengjast fólkinu? Þetta snýst að sjá aðra. Þetta snýst að sjá tilgangin, að sjá friðinn og sjá siðinn.
hvert erum við að fara? Við þurfum að sjá okkur í hlutverkinu, við þurfum að sjá aðra og við nálgumst þetta með jafningjabrag og við nálgumst þetta með valdeflingu, með bæði þjónustu og forystu. Og þetta verður forysta margra, helst allra. Og ég hef starfað töluvert á Landspítalanum og ég segi stundu þar, ef það vinna 6.000 manns á Landspítalanum núna, þá þurfum við 6.000 leiðtogar á Landspítalanum. Allir á sinn hátt, í sínu ramma. Hún nær til allra og við getum öll verið áhrifaríkir leiðtogar, öll verið áhrifaríkir friðflytjendur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigrún Gunnarsdóttir, sem að, eins og ég sagði hér áðan, var svona algjörlega til að draga gluggatjöldin frá fyrir mér, fyrir þessari hugmyndafræði sem er svo stórkostleg og það er líka aðdáunarvert hvað þú náðir að tengja friðin inn í þetta sem að ég minnsta kosti lagði ekki í svona beinlínis en það sýnir það. En nú fáum við Örnu Grétarsdóttur sem að hefur, ég ætlum ekki að segja hvað það ætlar að tala um, en mjög forvitin að heyra innlegg þitt þegar þú hefur rannsakað þjónustu, forystu og kirkjuna. Gjör svo vel. Já, takk. Eitthvað þetta vitleysi glæru. Já. Já, komið sæl og blessuð. Hér stend ég á herðum 3 kvenna sem ég langar til að segja ykkur frá. Séra Jóhanna Ingibjörg Sigmarsdóttir var þjónandi leiðtogi. Tileinkaði ritgerðina mína henni, en hún lést í 27. september árið 2022. Hún tók þátt í pilot study eða forrannsókn og mér þótti ógulega vænt um það. Hún hefur verið með stoð og stytta og séð til þess með hrósi og hvatningu frá unga aldri að ég haldi nú áfram veginn rétta. Nú, önnur konan sem ég langar til þess að draga fram og er yfirmaður minn, Agnes M. Sigurðardóttir. Hún gaf mér rými og tækifæri til þess að geta stundað þessa rannsókn. Fekk leyfi hjá henni og svo með ljúfum og mildum hætti spurði hún alltaf öðru hvoru hvernig gengur Arna mín. Og mér þótti svo vænt að það fór beint í hjartastað. Og það sem mér þótti ennþá vænum að þegar hún gáði tyrðisbréfið sitt árið 2022 að þá skrifaði hún örlitla setningu þjónandi forystu sem var einhvern veginn í þá veru að þjónandi forysta væri með tengslin við þá fyrirmynd sem að Jesús Kristur væri okkur sem leiðtogi. Þriðja konan, hún situr hér í dag og var mentori minn, leiðbeinandi minn í þessari rannsókn. Og þessum 3 konum er ég virkilega þakklát fyrir hvatningu og stuðning, óbulandi trú á því að þetta væri nú bara allt hægt. Það er og ég segi eins og Skúli áðan, hún heillaði mig á fyrirlestri hjá Kjalnesprófastemmi og það var þá sem ég ákvað ég vildi læra meira þjónandi forystu. Smitandi fyrirlestur alltaf, takk. Já, ég ætla nú að reyna að komast eitthvað áfram. Þetta er örlítið, ég ætla bara ekkert að fara neitt þetta er bara rannsóknarspurningar sem ég gekk út frá sem ég ætla aðeins að bara hlaupa rétt yfir svona til þess að setja okkur inn í þetta samhengi þar sem að ég var að rannsaka viðhorf presta þjóðkirkjunnar til þjónandi forystu og þá var sem sagt hvert er viðhorf þeirra og er munur á því hvernig sóknarprestar og prestar meta þjónandi forystu og er munur á því hvernig karlar og konur í prestastétt
meta þjónustu forystu og svo er spurningar tengsl á milli starfsánægju presta þjóðkirkjunnar og mats þeirra á þjónustu forystu og svo kom örlítið svona sem við kölluðum pínulítið skraut að það var að skoða leiðir og hindranir varðandi innleiðingu í kirkjunni okkar á þessari hugmyndafræði. Það sem ég tók viðtöl við prófast á biskupa sem við köllum yfirmenn okkar á einhverju svona sekulæru máli, held ég. En hvað það ég ætla að halda áfram, ég ætla ekki að, það mælitæki sem var notað er Organizational Leadership Assessment sem hefur verið notað í fjölda rannsókna innan kristinna kirkjudeilda og svo náttúrulega annarra skipulagsheilda, bæði hagnaðardrifina og óhagnaðardrifina skipulagsheilda og það eru ætli sé ekki komið yfir 100 rannsóknir bara með þessu mælitæki. Það var þýtt yfir á íslensku árið 2017 og rétthafi náttúrulega Dr. Sigrún Gunnarsdóttir rétthafi þessa mælitæki sér á Íslandi og svo aðeins fórum við yfir það og gerðum örlitlar breytingar á þeirri þýðingu sem að meistaranemarnir gerðu árið 2017. Ég ætla ekki að halda áfram neitt þarna, ég ætla bara að hoppa hérna yfir, en mælitæki samanstendur á 66 spurningum og 6 þeirra spurninga mæla í raun og veru hannaðar til þess að mæla sérstaklega tengsl við starfsánægju og fyrsti hlutin mælir skipulagsheildina sem slíka og næsti hluti hann mælir beinir sjónum að yfirmönnunum. Þarna var örlítið erfitt fyrir að því okkur ekki tamt að tala um yfirmenn í kirkjunni okkar en það tókst nú allt saman og þriðju hlutin sem snýra einstaklingunum sjálfum. Það eru svona þessar 3 víddir sem þetta mælitæki mælir og gefur þá góða mynd af viðhorfum og upplifun starfsfólk á þessari vinnustaðmenningu eða þessari hugmyndafræði, hvort hún sé til staðar. Og svo bættum við nokkrum spurningum og ein spurning var til þess að mæla fyrir dulinni breytu sem að ég hafði kannski mestar áhyggjur af því ég var svo rosalega innvikluð einhvern veginn inn í þessar breytingar sem þjóðkirkjan var að fara í gegnum og vildi þess vegna setja inn spurningu hvort að óöryggi starfsumhverfi væri að hafa áhrif á mælinguna, á spurningar svörunina. Og síðan voru vinnur í teymi var ein spurningi sem við bættum við og eru ósamræmlega kröfur tveggja eða fleiri eru 2 eða fleiri sem gera ósamræmlega kröfur til þín og færðu stuðning og hjálp frá vinnufélögunum og við að leysa vandamál og svo var beðið mat á eigin getu til þess að leysa vandamál og þetta voru svona bara til að viðbóta spurningar og svo ein almenn svona starfsánægju spurning til þess að miða við. Bara aðeins áfram, þetta voru sóknarprestar og prestar þannig að allt úrtaki var allt þýðið og svarhluta var 62%, þetta var óbúslega löng könnun yfir 75 spurningar þannig að þeir sem héldu út var 53% en öll svör voru notuð í úrvinnslu og SPSS var notað til þess að reikna út tölfræðilega lýsu og ályktunarbreytur og svo ætla ég bara svona hoppa yfir þetta er nú kannski svolítið tæknilega bara já, það gerist ekkert, jú og mér langar aðeins að fara inn í þá mælitæki sjálft og þá Jim Laub sem er búið að minnast hér á áður það er hvað er þetta mælitæki að mæla og hvernig sá Jim Laub sem þróaði þetta mælitæki út á hvað þjónustu forysta gengi og undir þætti þjónustu forystu eru þarna þessi 6 þættir sem ólamælitækið er að mæla og það er metur fólk og undir því, og ég vonið að sjáu vel á glæruna, er að treysta og trúa á fólk, þjóna þörfum annarra á undan sínum og þetta kom svo vel fram líka í erindinu á undan hjá Sigrúnu og dæma ekki, hlusta af einlægni. Og svo þroskar fólk, það er undir þátturinn númer 2, veitir tækifæri til vaxtar og lærdóms og fyrirmynd viðeigandi hegðunar, svolítið áhugaverður þáttur og hvetur og hrósar til að byggja aðra upp, það er þessi þroskar fólk og svo kemur byggir samfélag, það er að mynda sterk persónulegu tengsl og vinna í teymi með öðrum og
metur fjölbreytileikan að sem sagt í teiminu séu bara ólíkir einstaklingar frá ólíkum mögulega menningarheimum á öllum kynjum og með mismunandi þekkingu, að meta þann fjölbreytileika. Nú og svo sýnir einlægni að vera opin og áreiðanleg gagnvart öðrum og hafa vilja til þess að læra af öðrum og eigin mistökum og svo viðhalda trausti og heiðarleika og veiti forystu, miðla skýrri framtíðarsýn og tekur frumkvæði af hugrekki og setur skýr markmið, það er að veita forystu og svo deilir forystu og það er styðið við sameiginlega framtíðarsýn, deilir valdi og sleppir þessari stjórnum, það er ekkert að mikromanagement og svo deilir starfstitli og eflir aðra til forystu og mér langar örlítið að stoppa þarna deilir starfstitli því að þegar ég var vígð sem prestur í Seltjarnarnesprestakall með honum Sigurður Grétari Helgasyni sem að nú er prestur í Grafarvogs prestakalli, þá sagði hann við mig, heyrðu, við erum bæði sóknarprestar. Ég sagði, nei, hvað er þetta? Ég er bara eitthvað prestur eða æskulsprestur eitthvað. Nei, við erum bæði sóknarprestar, við erum bæði prestar sem vinnum í sókn. Svo er náttúrulega hann mikill grínari og ég bara hló og fannst þetta voða sniðugt, því sem þekki hann. Hann myndi þetta og ég segi ykkur hvað hann gerði. Hann skráði okkur bæði í símaskrána sem sóknarprestar, þá var símaskrána en þá brenduð. Hann skráði okkur bæði sem sóknarpresta Seltjarnarnesprestakalls. Og hann myndi þetta og allt sem hann sagði og allt sem hann gerði, allar ákvarðanir sem hann tók hann aldrei einn. Ég var alltaf með og hann lyfti mér upp og til að mynda, eitthvað sem við getum tekið með okkur og ég, sem er mjög áhugavert, að við bara mættum til skiptis á sóknarnefndafundina. Það er ekki bara sóknarpresturinn, þó að sé í starfsreglunum sem er að jafna að sitja alla sóknarnefndafundi. Nei, ef það væri ég sem átti vikuna þá mætti ég og svo bara töluðum við okkur á milli og rapportur. Við hafði þjónandi forystu á þess að vita því sjálfur held ég. Jó, ég veit það ekki spurt hann. En þetta langaði mig bara að segja, því að við deilum starfstilli og eflum þannig aðra til þess að taka ábyrgð og ganga inn í forystuna. Heyrðu, ég ætla að halda áfram vegna þess að við erum búin að fá svolítið að þryggja þáttalíkani Dr. Sigrúnar Gunnarsdóttur áðan en mér langaði til þess að hafa þessa klæru með vegna þess að ég ætla aðeins að fara síðan í samanburð eftir. Þarna erum við með þessar tvær þjónustuvítir og svo forystuvítina og þetta myndar eina heild og hún fór svo óbúslega vel í þetta áðan að ég ætla ekki að gera það aftur núna, heldur bara aðeins að hnykkja á því og síðan, og þarna sé ég að þetta sést ekkert sérlega vel. En það sem ég gerði í ritgerðinni, ég fór í samanburð á sem sagt Óla undir þáttum þjónandi forystu, þriggja þáttalíkani Sigrúnar og síðan tvöfalda kærleiksboðorðinu. Og þar sem það er svo áhugavert þegar guðfræðin tala saman við leiðtogafræðin. Og það er eitthvað sem gerist og við finnum að það er eitthvað kjarni og kom svo vel inn á það áðan, við eignum okkur þetta. En svo eru svo margir búin að eigna sér þetta og finna eitthvað sérstakt við þessa hugmyndafræði. Og við heillumst og við finnum tilganginn, við finnum nánast einhvern veginn Guð þarna og við finnum þessa gullnu reglu sem er einhvern veginn skrifað í hjörtu okkar, bara alls mannskins og mannskilningurinn sem liggur hérna til grundvallar í raun og veru helsta auðmýktin, sagði Sigrún, nú segi ég mannskilningurinn. Þetta margt þarna sem liggur á baki þessum árangri sem þjónandi forysta að sýna. Í öllum rannsóknum, allstað það sem verið að rannsaka skipulagsheildir, að þá er þjónandi forysta að sýna ótvíræðan árangur í veljaðan starfsfólks og árangri. Og það er alveg magna að lesa hverja rannsóknuna fætur öðru. Og þá er bara, hvað er þarna? Það er eitthvað leyndardómur þarna. Og við erum alltaf að reyna að finna hann leyndardóm og kannski finnum við hann ekkert. En samanburðin er fyrstu tveir þættirnir metur fólk og þroskar fólk. Ég setti það sem sagt að það væri að þjóna náunganum náttúrulega, að meta fólk og þroska fólk og þar væri þjónustu vittin þar sem við værum að líta á aðra og síðan er það sjálfið, það er byggir samfélag og sýnir einlægni, þá fer það inn í, nú er ég að tína þessu hjá mér, sé þetta ekki á réttri glæru. Já, og þar er við í metur fólk og þroskar fólk er við náttúrulega bara út á við elskum náungan og síðan og þar eru þjónustuvítinnar þar sem fókusun er á aðra
Og síðan erum við með þarna byggir samfélag og sýnir einlægni þar sem við erum ennþá í þjónustuvitinni, í sjálfinu, sjálfsþekkingunni, þar sem við elskum náungan eins og sjálf okkur. Og síðan er það að veita forystu og deili forystu, það er að elska Guð og það er þessi forystu vitt sem ég þryggja þátt að líka. Og ég setti þetta svona upp, ég gæti nú sendt ykkur þessa glæru ef þið vildu skoða þetta eitthvað nánar. En mér fannst þetta eitthvað svo einfalt og auðvelt og bara, ég held að þetta væri bara, allir sæi þetta, en þá var það kannski ekki þannig. Og ég hafði enga hugmyndum að ég væri setja eitthvað fram sem hefði ekki gert áður því að mér fannst þetta svo augljóst mál sem kristinni manneskju held ég kannski bara þannig, að maður les alltaf inn í einhvern veginn sín eigin fræði. Ég ætla því að tíminn líður og Viðhorf prestandi þjónandi forystu skoraði að meðaltali 3,94 á skalanum 5 sem er í raun og veru nokkuð hátt. Það er þannig að, og ég var svolítið ánað með prestastéttina, ég var svolítið grobbin sko. Því að meðaltali er nefnilega ívið hærra heldur en aðra starfstéttir á Íslandi sem hafa verið mældar og það var til dæmis starfsfólk í framhaldsskólanum, voru með hæsta skor 3,72, grunnskóli á Norðurlandi var með 3,85 og svo var heilbrigðiskerinn þrjár starfsstöðvar og heilbrigðiskerunum var með 3,27 og svona hæst upp í 4,08 en við erum með meðaltali mjög hátt og það ætti ekkert að koma okkur óvart kannski. Þannig að ég vil bara segja það að ég held að prestar í Íslensku þjóðkirkjunni leiði söfnuðina sína með jafningjabræða og í anda þjónandi forystu. Ég held að ég geti alveg verið viss það að það sé niðurstaðan miðað við þessa rannsókn. En auðvitað er eitthvað sem þarf að styrkja og þarf að styrkja forystuvítina meðal presta og ég ætla aðeins að fara, fer inn í þá eftir. En það bara svona í ganni sem var skemmtilegt líka var ekki munur á þjónandi forystu meðal sóknarpresta og presta. Og það er í raun og veru áhugavert. En það var meðaltal 3 undirþáttar sem var undir 4. Það eru þættirnir þroskafólk og veitiforystu og deiliforystu. En veitiforystu og deiliforystu við þurfum að algjörlega fara inn í þessa ábyrgðarskyldu, tilganginn, framtíðarsýnina, stefnumótunina og taka það alveg í gegn held ég í kirkjunni hjá okkur. Og svo eru þættir sem mældust yfir 4 voru metur fólk og byggir samfélag og sýnir einlægni. Ég held að ég ætli aðeins að halda áfram. Konur og mældust yfir með lægri meðaltalsskora á öllum undirþáttum þjónandi forystu sem er reyndar svolítið áhugavert en í raun og veru þegar maður fór að hugsa þetta og ég get ekkert fullyrst það náttúrulega að þá er það oft þannig að þegar konur eru að meta bæði sjálfan sig og kringu sig þá meta þessi aðeins lægra heldur en karlmenn og þetta er bara þekkt fyrirbæri. Þetta er þekkt stef í öllum rannsóknum. Þannig að ég held að ég ætla ekki að lesa meira í það en það að þetta stef birtist í mörgum rannsóknum þegar konur eiga að meta sjálfar og sérstaklega sjálfa sig. Síðan ætla ég að fara yfir í tengsla milli teymisvinnu og starfsáhugnaði. Það er heildar meðaltal var marktakt hærra á öllum þáttum þjónandi forystu meðal þeirra sem sögðust vinna í teymi. Aftur þetta mat þess sem svarar á spurningunni vinnur í teymi eða vinnur ekki í teymi. Það var ekkert verið að spyrja hvernig teymi væri. Og þá var marktækur munur á þarna, en mestur munur var á þessum þáttum þroskar fólk og svo veitir forystu, þannig inn í forystuvitina. Þeir sem vinna í teymi voru með 4,46 að meðaltali, þeir sem sögðust vinna í teymi, en þeir sem sögðust ekki vinna í teymi voru með 4,13. Í raun og veru þetta báðar þessar tölur eru hátt skor. Þannig í þessari rannsókn var verið að mæla starfsánægju presta bara nokkuð háa og með 4,3 að meðaltali á 5 punkta skalanum. Og þættir þjónandi forystu og tengslu starfsánægju, það eru bara jákvæð fylgni við alla undirþætti. Það eru allir undirþætti þjónandi forystu sem að gefa hærri og meiri starfsánægju og þetta er bara í takt við aðra rannsóknir sem hafa verið gerðar.
Og svo setja hérna sýnir einlægni hefði minnstu tengslin, en þó var það meðal sterk fylgni. Þú veist, það var ekki lítið, þó það hafi verið lægst. Og svo kom almenna spurningin og þá 92,2% presta voru mjög eða nokkuð ánægðir í núverandi starfi. Og þetta, ég bara svona, við heyrum svo hátt þegar fólki líður illa, að við höldum það sé miklu fleiri en þeir eru. Ég allavega leyfi mér að hugsa það þannig. Því að, já, og þetta í raun og það var þessi þjónustukönnun sem að Skúli minntist á í sínu erindi fyrir kvöld, er mjög áhugaverð af því að við fáum ekki sjáum kannski ekki alveg hvað við eigum að laga. Við fáum einhverjar niðurstöður, en hérna getum við alveg séð, við þurfum að þroska fólk, við þurfum að hrósa fólki, við þurfum að gefa því tækifæri til vaxtar og þá aukum við starfsánægju og við þurfum að fara inn í að veita forystu og deila forystu og þá erum við að auka starfsánægjuna. Þannig að vitum við hvað hægt að gera til þess að auka starfsánægjuna. Þarna þess að ég kom aðeins inn á áðan, það var ekki marktæk fylgni og þetta finnst mér mjög áhugavert. Það var mikil óöryggi meðal presta, mældist töluvert vegna breytinga í starfsumhverfi, en það hafði ekki áhrif á starfsánægju. Þetta eru líka upplýsingar sem eru mjög áhugaverðar fyrir okkur í varðandi breytingaumhverfið. Það þarf ekki endilega að hafa þau áhrif á starfsánægjan sem minni, nema að það gæti verið tengsl á milli þess að þjónandi forysta mælist hátt meðal presta og þess vegna helst starfsánægjan. Það myndu rannsóknir allan að segja okkur og það er ályktun sem við ættum að draga. Svo voru aðeins þessar þrjár spurningar: getu til að leysa vandamál, upplifðu marktækt meiri starfsánægju, ef að svarandinn leit svo á hann hafði getu og leit svo á hann hafði, sjálfstraust til þess að leysa vandamál, þá var mældist meiri starfsánægja og það var marktæk jákvæð tengsl milli starfsánægju og stuðning og hjálpar frá vinnufélögunum. Og þarna er líka eitthvað sem við þurfum að fara að skoða og vinna með að senda ekki, hvorki presta að djákna ein út á akurinn. Það gerði Jesús ekki, heldur senda hann okkur 2 og 2. Og svo er það þarna upplifun að 2 eða fleiri gerðu ósamræðanlega kröfu til þeir mældust með minni starfsánægju og þetta ætti ekki að reyna að vera að koma óvart. Þetta er reyna að vera svona, já. Nú, bara rétt samandregnar niðurstöður, ég er að reyna að fara yfir mikið, hvað er klukkan? Já, ég ætla að fara að klára þetta. Það er viðhorf prestastéttarra til þjónandi forystu var að meðaltali 3,94 og hæst meðaltak fekk undir flokkurinn metur fólk og lægsta meðaltali þátturum veitir forystu. Og konur í prestastétt mældust við lægri á öllum undirþáttum þjónandi forystu og svo held ég bara áfram, það er fylgni starfsánægju við þjónandi forystu var marktæk og jákvæð og sterkust fylgni var við undirþættina þroskar fólk og veitir forystu og það mældist ekki munur á starfsánægju karla og kvenna og það mældist ekki munur á starfsánægju presta eða sóknarpresta og í raun og veru heldur ekki á þáttum sem heiti gat þjónandi forystu, undirþáttum þjónandi forystu. Svo er örlítið bara, þetta gefur vísbendingu að innleiðing gæti stuðlaðar frekari veljaðan teymisvinnu og starfsánægju meðal presta og það er mín von og minn draumur að það verði farið í markvissa innleiðing og þjónandi forystu og við erum byrjuð að taka skrefin. Þetta er komið inn í starfsþjálfunarprógram. Við erum að vera með í janúar með nýju fólki sem er að koma í starfsþjálfun, bara markvissa fræðslu þjónandi forystu. Við byrjum þar, held ég. Og svo er þetta bara, þessi rannsókn var bara 1 kubbur og næsta skref er mögulega að leggja Óla fyrir einhverja ákveðna skipulagsheild til þess að reyna að fylgjast með, hvort sem að það verður 1 prestakall eða heilt prófastæmi, það verður að koma í ljós hvað er hægt að gera. Það sem er mikilvægt er að stjórnin og forysta, ég segi þetta þarna, stjórnin og forysta, ég held þetta sé, þetta er 1 í mínum huga, byggja á þekkingu og þetta er nýtt framlag til leiðtogafræði í kirkjunni. Og svo þarf bara að styrkja báða þessar víddir og við vitum alveg hvernig það er gert, við vitum hvað þarf og þá er bara að fara í það tiltak markvisst.
svo örlítið bara þarna leiðir og hindranir við innleiðingu þá þar sem ég tók viðtölin og þar eru ákveðna vísbendingar hvað hægt að gera til þess að ryðja hindrunum á vegi svo að við getum elt þjónandi forystu innan kirkjunnar. Mér langar til þess að enda á þessu. Ég þarf ekki að fara með þetta aftur því að Sigrún fóru með þetta áðan. En þið hafi kannski notað og þekki það þegar what do Jesus do? Ég þarf eitthvað svar og svo bara hvernig á ég að hugsa þetta? Já, heyrðu, hvað myndi Jesús gera? Í þjónandi forystu þetta. Vítu, hvernig veit ég að ég að vera þjónandi leiðtogi? Og ég að taka einhverja ákvarðanir. Að þá alveg hægt að fara í þetta. Vaxa þeir sem þjónaðir sem manneskjur. Verða þeir á meðan þeir eru að þjóna þeim, heilbriðari, vitrari, frjálsari, sjálfstæðar og sjálfur líklegi til þess að vera þjónar. Og hver eru áhrifin af þá sem síst njóta forréttinda í samfélaginu? Munu þeir njóta góðs af eða verða að minnstakosti ekki verr settir en áður? Takk fyrir mig. Góð lengi. Já. Þetta var aldrei skínandi. Við höfum sennilega ekkert allt of mikið tíma, hana vantar núna 12 mínútur í, það ekki bara ein spurning, ein afbragðsgóð spurning? Má ég fá kannski eina spurningu frá þér, Arna? Þú sem sagt kannski stóðu þær á þessum svarta texta á bláum grunni sem við sáum í slaka þá, ég bara að pæla. En þegar þú varst sem sagt að vinna, geti kannski deilt með okkur, sem sagt þú varst að leita að því hvernig til dæmis prestar meta fólk eða upplifa það að þeir séu metnir. Geturðu sagt okkur hvaða spurningar þú notaðir til þess að kalla fram þá niðurstöðu í þínni rannsókn? Þegar þú setur væntanlega fram einhverja fullyrðingu og þau eru missammála, samkvæmt lækjast kvarðanum, geturðu deilt með okkur hvernig þú kallaðir eftir þessum niðurstöðum? Já, en dæmi bara, hvaða spurningar það voru sem þeir játuðu? Já, gjörðu svo vel. Nei, sko þetta bara eins og í orðana hljóðan, metur leiðtoginn framlag þitt, það bara þannig og bara alltaf nánar og nánar það, nokkra spurningar hvert. En þetta voru mjög gleðileg tíðindi það að prestar eru hamingjusamir og ánægðir, það bara dásamlegt. En erum við þá ekki bara komin á endastöð á þessu þingi okkar og við ekki bara gefa þeim Örnu og Sigrúnu kært klapp, þakklæti fyrir að miðla þessu til okkar. Takk fyrir kærlega. Þá bara komið að hléi.
Ég er Þrjá af alveg búin- þremur hingað til. Alveg búin að ná þessu, sko. Nei, búið að kveikja á hann. Það er búið að kveikja á hann. Okay. Viljið þið standa kannski bara öll áður en við byrjum, bara að fá eina mynd. Já, ok. Ekki komið inn á þetta. Þú ekki að bíða aðeins. Heyrðu. Komið sæl. Verið velkomin á þessa málstofu sem heitir Samtal framtíðarsýn. Hérna á undan höfum við verið að tala ýmsar hliðar sem tengjast því máli og sannarlega áhugavert og áræðanlega gagnlegt að ræða framtíðarsýn kirkjunnar. Það eru 3 sem að taka hér til máls. Fyrst er séra Guðrún Karls Helgudóttir, nýkjörinn biskup Íslands. Síðan er það séra Eva Björk Valdimarsdóttir, biskupsritari og síðan Heimir Hannesson, samskiptastjóri. En ég bið þig, gjör svo vel, Guðrún. Takk. Séra Guðrún, gjör svo vel. Takk fyrir. Komið sæl. Það er mikill heiður að fá að tala hér á kirkjudögum og ég er ákaflega þakklátt fyrir það. Framtíðarsýn kirkjunnar, það er ansi stórt og ég ætla ekki að fara yfir alla mína framtíðarsýn fyrir kirkjuna hér í kvöld. Aftur á móti þá ætla ég að fara yfir það sem er framundan og eftir hverju ég sé fyrir mér að vinna og fylgja á til að byrja með áður en að ný stefna verður ákveðin. Það er nefnilega það er búið að móta stefnu fyrir kirkjuna og eftir henni þarf að vinna núna og ég mun gera það. Ég ætla að byrja og fara yfir sviðið, síðan ætlar séra Eva Björk, biskupsritari, að skýra ákveðin mál betur og þá mun Heimir Hannesson, samskiptastjóri, þá ætlar hann að leiða ykkur í ýmsan sannleika varðandi hluti sem eru á döfinni og eru ákaflega mikilvægir. Þegar í aðdraganda biskupskjörs þá lagði ég áherslu á kirkju í sókn og það er eitthvað sem að ég vil vinna samkvæmt áfram. Vegna þess að ég held, og ekki síst eftir að hafa hlustað á alþingisfólk tala hérna áðan á undan, að kirkjan er á ákveðnum tímamótum. Hún er alltaf á tímamótum þegar það kemur nýr biskup og það kemur þá breytist oft ýmislegt. En hún er á tímamótum á svo mörgu leyti. Og ég held að núna sé einmitt lag fyrir kirkjuna að stíga styrkum fótum inn á sviðið og láta sig kveða. Ég er ekki að segja það að kirkjan að við eigum að eiga okkur þann draum að það verði aftur 90 og eitthvað prósent sem tilheyra kirkjunni. Alls ekki. Við munum ekkert fara þangað og við þurfum bara að vera raunsæ. En aftur á móti þá kirkjan er að mörgu leyti ekki á samfélagstorginu miðju eins og hún var. Hún hefur færst svolítið til hliðar og það er mjög skiljanlegt vegna breytinga sem hafa átt sér stað í samfélaginu. En á sama tíma þá er komið að því núna, held ég, að við förum að finna okkur hver er okkar staður. Hvar getum við náð eyrum fólks best? Og auðvitað erum við þegar byrjuð á þessu öllu. Ég er bara að tala að við þurfum að skerpa á þessu saman og það er það sem mig langar til að leggja áherslu á núna.
Það fór fram stefnumótun á kirkjuþingi árið 2021 og það var samþykkt að setja þrennt í öndvegi. Og í fyrsta lagi var það að fara yfir skipulag kirkjunnar og eiginlega vinna skipulag kirkjunnar svolítið upp á nýtt. Og það var í kjölfar þess að lögum kirkjuna var breytt á Alþingi og það var í kjölfar þess að samningurinn milli ríkis og kirkju kirkjujarðarsamkomulagið að það var gert viðbóta samkomulag sem gildir í ákveðin tíma. Og því var eðlilegt að kirkjan færi ákveðna breytingar og skerpti á ákveðnum hlutum og það hefur verið gert, það hefur verið erfitt. Þetta er búin að vera átaka ár á kirkjuþingi en það er líka eðlilegt að það sé erfitt vegna þess að þetta skiptir máli og það er bara svo margir sem hafa skoðanir á þessu. En mér líst vel á það skipulag sem er búið að samþykkja og auðvitað mun það væntanlega breytast eitthvað í framtíðina en þetta er kirkjan lifandi og við erum alltaf að læra af mistökum og þess áttar. En til dæmis þetta fyrirkomulag núna að vera með stjórn þjóðkirkjunnar, mér líst vel á það. Mér finnst það sem ég séð af því ennþá, þá sýnist mér það vera að virka mjög vel. En í það minnst að þetta fyrsta mál sem var skipulag kirkjuna, það var tekið föstum tökum og farið beint í að vinna það. Svo hinn málin voru æskulýðsmál og samskiptamál. Æskulýðsmálin, það var líka svona farið eiginlega beint í það og byrjað svona að vinna í þeim. Og það var gert með því að setja á svæðisstjóra allt land. Þeir voru fyrst settir hérna á höfuðborgarsvæðinu og síðan á Suður- og Austurlandi. Á þessu ári á áætlun að það komi svæðisstjórar á Norðurland og Vesturland. Síðan, og hugmyndin með þessum svæðisstjórum er ekki sú að svæðisstjórarnir eiga að fara allt land og vera með barna- og æskulýðsstarf og sjá til þess að það sé frábært alls staðar. Heldur að styðja við söfnuðina í þeirra vinnu með barna- og æskulýðsstarf, til dæmis með því að hjálpa til við að finna leiðtoga, standa fyrir námskeiðum og bara styðja söfnuðina almennt í þeirra vinnu með æskulýðsmál. En svo það er mikilvægt, æskulýðsmálin skipta öllu máli, þetta er náttúrulega framtíðin. Ef það er engin nýliðun í kirkjunni þá gerist ekki neitt, þá deyr kirkjan. En það er ekki eingöngu hlutverk kirkjunnar sem að vill setja æskulýðsmál á oddinn að bara útbúa flott starf fyrir börnum allt land. Það er mjög mikilvægt, en það er ekki bara það. Held ég að ungt fólk verði líka að fá að eiga rödd í kirkjunni og taka þátt í að móta kirkjuna og hafa áhrif á kirkjuna. Vegna þess að það gengur heldur ekkit alltaf að það sé fólk sem orðið rúmlega miðaldra sem ákveður hvernig kirkju bjóði við börnunum og unglingunum. Heldur þurfa þau að vera með. Og ég er með áform það til dæmis að við þurfum náttúrulega að hvetja til þess að ungt fólk fara á kirkjuþing, að það verði góð endurnýjun á kirkjuþingi og það yngist líka. Við þurfum líka að gera það í sóknarnefndum. Það þarf ungt fólk í sóknarnefndir. Og það eru nokkra sóknarnefndir á landinu, það sem er reyndar alveg eitthvað af fulltrúm sem eru þó nokkuð undir 30. Það er mjög ánægilegt að sjá það. Síðan er ég núna að setja saman svona svolítið breiðan ráðgjafahóp biskups með ólíku fólki sem tilheyrir svona ólíkum hópum í samfélaginu og þar mun unga fólkið eiga fleiri fulltrúa en aðrir. Þannig að mér langar virkilega til að auka einhvern veginn þeirra áhrif í kirkjunni. Og síðan er þetta með samskiptamálin, því ég ætla ekki að fara of nákvæmlega í allt, en samskiptamálin, þar var ekkert gert. Það var ákveðið að setja þau í öndvegi ásamt hinu, en því miður þá bara voru aðstæður þannig að það var raun og veru dregið úr þeim, vegna þess að samskiptastjórinn var biskupsritari og svo samskiptastjóri í hlutastarfi og þannig að það var kannski ekki svo mikil áhersla lögð á það. Og það er eitthvað sem að ég held að við þurfum að taka mjög föstum tökum ef við ætlum á annað borð að lifa af sem kirkja í rauninni. Vegna þess að við erum hluti af samfélagi þar sem að er ekkert auðvelt að eiga rödd. Þar sem er ekki auðvelt að
koma sér á framfæri og við erum með besta boðskapinn og starfið og þjónustuna og ef enginn heyrir af því þá er því miður, þá sækir það enginn heldur. Og þannig að núna er komin samskiptastjóri sem mun leggja áherslu á þetta og mun fara í mjög markvissa vinnu núna í 1 ár við að svona setja þessi mál á góðan stað og hann ætlar að segja okkur betur frá því eftir. Og þetta er náttúrulega hluti af því að kirkjan eigi rödd í samfélaginu. Það er að þessi mál séu svona sett á oddinn. Síðan samskiptamál snúast ekki eingöngu samskiptin, eða það er að segja hvernig kirkjan birtist út á við. Það er að segja samskiptamál, markaðssetningu og allt það. Heldur líka samskiptin inn á við. Hvernig við sem kirkja og kirkjufólk eigum samskipti. Og ég vil leggja mikla áherslu á samtal og samskipti yfirleitt við fólk, við kirkjufólk, ekki síst. Vegna þess að við getum ekki farið út með góðan boðskap nema við séum öll með. Við séum öll samtaka það. Og ég er með svona ýmislegt á döfinni varðandi þetta, sérstaklega hvað varðar þá presta og djákna og þau sem eru starfandi í kirkjunni, en líka varðandi sóknarnefndir og annað kirkjufólk. Og hluti af því er til dæmis að vera með skrifstofu biskups í ólíkum landslutum og það er verið að undirbúa það núna. Þannig að ég verð í öllum landslutum einhver tíma á árinu og ég og fleiri með mér. Þar sem að ég sé fyrir mér að hægt sé að eiga þetta samtal. Og þegar við eigum sem flest samtöl svona augliti til auglitis, þá líka styttast boðleiðirnar og það verður auðveldara að tala saman og eiga samskipti. En það er ekki eins og það hefði ekkert verið gert í þessum samskiptamálum, alls ekki, þó svo að þau hafi kannski ekki alveg geta verið í forgrunni núna undanfarið og það var til dæmis ánægilegt að heyra þingmenn tala það áðan að þeim finnst kirkjan hafa eignast sterkari rödd í samfélaginu undanfarin ár. Að þau hafa tekið eftir því að kirkjan hefur látið sig varða til dæmis flóttafólk, umhverfismál og mannréttindamál yfirleitt. Að það hefur verið tekið eftir því. Þannig það er ekki eins og kirkjan hafi verið þegjandi hingað til og ég alls ekki við það. En mér langar til að við eflum þetta og svona, gerum þessa rödd kirkjunar enn sterkari. En það sem kirkjan alltaf snýst þegar upp í staðið er fagnaðarerindið. Það er að vera biðjandi, boðandi og þjónandi. Og það sem ég verið að tala hér í raun og veru tækin og tólin til þess að gera það. En ég sé fyrir mér að þessi stefnumótun sem var unnin, það komi fram svona þessi 3 áhersluatriði, þetta komi mörg fleiri atriði fram. En þegar þetta er komið á góðan stað, þá þurfum við náttúrulega síðan að halda áfram. En það er svo mikilvægt þegar við setjum okkur einhverja framtíðarsýn að við vinnum líka vinnuna, hvernig ætlum við að komast þangað? Erum við þokkalega sammála hana? Og það er alveg heilmikil vinna í kirkju sem er með fólk allt land og mjög ólíkt fólk. Og við þurfum líka að vera alltaf, alveg með það á hreinu hvers vegna viljum við gera þetta og hvað tekur við þegar þessu lýkur. Ég er að láta staðnum mér hér og gefa Evu Björk, biskupsritara orðið, hún ætlar að halda aðeins áfram.
Ég er ekki nógu oft greinlega með svona Britney mikrofón. Heyrist í mér? Nei. Svona. Ég á ekki bara að vera með hinn. Þetta er komið, ok. Já, hann er svolítið stór. Þetta er ekki fyrir svona, já, flott. Já, takk fyrir þetta Guðrún, það er rosalega gaman að hlusta á hana Guðrúnu. Og ekki kannski gott að vera manneskja sem kemur eftir henni. En það er gott samt að koma eftir henni að því að framtíðarsýn mín byggir að sjálfsögðu á framtíðarsýn biskups. Og ég er aðstoðarmanneskja hennar og fylgi henni í hennar störfum og reyna að gera auðvelda þau. Ég tók líka að mér að vera biskupsritari af því að ég hef trú á hennar framtíðarsýn og hlakka til að starfa að því að vinna öllum þessum atriðum sem hún nefndi hérna áðan. Að vinna stefnumótun kirkjuþings sem að ég tók þátt í og hef mikla trú á, að efla æskulýðsstarf í kirkjunar land allt, að efla samskipta og kynningamál og að auka samstöðu okkar fólksins í kirkjunni og að kirkjuna þjónar veiti toppþjónustu. Eftir ég var valin í þetta starf og búin að tilkynna samstarfsfólki mínu það, að þá datt mér í hug að athuga hvort að Þorvaldur Víðisson, samstarfsmaður minn, ætti starfslýsingu. Því að hann er fyrrum biskupsritari og sérlegur áhugamaður Jesús. Ég er það. Það er gott að vera með skemmtiatriði líka í þessu. Já, einmitt. Þorvaldur er sérlegur áhugamaður starfslýsingar og ég kom ekki að tómu kofanum. Hann átti starfslýsingu í sínu fórum sem var í 20 liðum. Sem að sumir voru með svona 9 eða 10 undirliði. Það var alveg bara upp í H eða G eða eitthvað þannig. Og þar eru atriði eins og aðstoðarmaður biskups og ráðgjafi að taka við upplýsingum og kvörtunum, eiga náið samstarfi samskiptastjóra og mannustjóra, stjórnunarstjóra biskupsstofu, samskipti við presta og prófasta, halda utan starfsþjálfun prestsefna, vera fulltrúi biskups gagnvart hinum ýmsu stofnunum og svo mætti lengi telja. Ég ætla ekki að þreyta ykkur með öllum þessum punktum og þessum atriðum. En ég mun að sjálfsögðu vinna eftir þessari starfslýsingu í samstarfi við allt mitt góða samstarfsfólk á biskupsstofu og ykkur sem að hér eruð. Og það er einmitt það sem mig langar til að leggja áherslu á. Það er að við erum samstarfsfólk. Við sem hérna erum, við sem að til erum kirkjunni, við sem að störfum fyrir kirkjuna í alls konar störfum. Við þurfum nefnilega aðeins að efla okkur betur í því. Að efla samstöðuna og hugsa hvort annað sem samstarfsfólk. Við Guðrún og þið sem hérna eru, við vitum vel hvað það er vandasamt að starfa í kirkjunni. Það eru mörg og erfið störf sem við vinnum að og þess vegna er mikilvægt að hlúum vel að hvort öðru og okkur sjálfum. Og við vitum líka hvað samstaða okkar skiptir miklu máli. En ég held samt að við gleymum því oft. Við erum rosalega gjörn á að skipta okkur upp í svona hópa, svona við og þið hópa. Það er einmitt fólki sem vinnur í söfnuðunum og það er biskupsstofa. Það er eitt svona við og þið hópur. Það er landsbyggð og höfuborg. Það eru vígðir og óvígðir. Það er fólkið í barna- og æskulýðsstarfi og hinir sem að hafa engan áhuga á barna- og æskulýðsstarfi að þeirra mati oft og okkar mati. Og svona mætti lengi telja og við þurfum aðeins að fara að hugsa þetta. Við vitum öll að kirkjuna þjónunum líður ekkert alltaf mjög vel og við viljum að okkur líði betur, eða ekki? Við þurfum að horfa hvort annað sem samstarfsfólk og það er liður í því að okkur sjálfum líði betur. Ég horfi ekki á samstarfsfólk mitt á biskupsstofu og hugsa bara þetta er samstarfsmanneski mín fyrir þau, heldur fyrir mig. Þá líður mér betur og þá gengur mér betur að vinna mitt starf. Og það er það sem að mér langar svolítið að efla og tala og
ég vil að við hættum líka að horfa á hvort annað sem samkeppni eða einhvern sem stendur í vegi fyrir okkur, heldur samstarfsfólk. Við þurfum að styðja hvort annað og við á Biskupsstofu viljum styðja við ykkur öll, vera bakhjarl ykkar sem eruð út á akrinum og við viljum líka að þið bakkið okkur upp. Og það sagði mér vitur kona, ég er búin að vera á fullu núna síðustu vikur að skipuleggja biskupsvígsluna, sem er mjög skemmtilegt. Og það sagði mér vitur kona í þessum undirbúningi, ástæðan fyrir því að við röðum okkur, við þessartinni vígðu þjónar, röðum okkur svona upp inn í kór Hallgrímskirkju á sunnudaginn við biskupsvígsluna, að við ætlum að bakka biskupinn okkar upp. Við ætlum að styðja við hana. Og ég hlakka gríðarlega til að hitta ykkur sem flest í Hallgrímskirkju, annarkvort þarna inn í kór að bakka biskupinn upp eða inn í kirkju að gera það líka. Ég held að þetta verði afskaplega fallegt og hátíðlegt og skemmtilegt. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, heldur að minna ykkur öll á að Biskupsstofa í Borgartúni 26B og það alltaf heitt á könnunni. Takk fyrir. Og þá ætla ég að gefa Heimi orðið. Ég og Brittany förum ekki vel saman, ég ætla að tala á þessu. Hæ, takk fyrir að bjóða mér að vera með og takk fyrir að vera komin að hlusta á mig, öllum mönnum. Ég heiti semst Heimir Hannesson og nýr samskiptastjóri Þjóðkirkjunnar. Staða sem hefur auðvitað verið til og mönnuð, en eins og Guðrún bent á síðast, og þá var forveri minn í starfi í að gera töluvert meira en bara að vera samskiptastjóri. Þannig að maður byrjar með svolítið autt blað og það alltaf ákveðin lúxus að byrja með autt blað og geta skrifað sitt eigið blað. Og það var einmitt hugmyndin með ráðningu minni og það sem við Guðrún og Eva og fleiri ræddum að ég fengi það verkefni að koma inn og móta svolítið stöðu samskiptastjóra, þannig að þegar sú staða yrði þá auglýst þá væri það ekki framtíðar starfsmaðurinn sem fengi að búa til og móta sitt starf, heldur væri svolítið búið að vinna út, greiða svolítið út úr flækjónum áður en að starfið yrði auglýst og sá eða sú einstaklingur kemur inn. Já, bakgrunninn minn úr blaðamennsku og fjölmiðlum og almannatengslamálum og bara ansi víðan og skemmtilegan bakgrunn, en aldrei áður hef ég unnið fyrir kirkju. Nú er að standa kjör fyrir Sólveig. Það krefjandi verkefni fyrir mig. Maður segir samt ekki nei við Sólveig. Já, ég hef aldrei unnið áður fyrir kirkju og fyrir mörgum ári síðan þá fór ég á námskeið í framkomu og tveir hluti sem ég man eftir á því námskeiði. Passa sig, væntingastýra, aldrei að fara á svið eftir öflugum ræðumönnum, og númer 2, ekki þykjast vita eitthvað hluti, ekki þykjast, aldrei að tala hluti í fjölmiðlum eða út af við sem þú veist ekkert Og nú ég á sviði með biskup Íslands og biskupsritara að tala kirkjuna, þannig að þetta er gaman að sjá svipina þessum leiðbeinanda. Það sæði mig núna. En mitt verkefni núna næstu 12 mánuði verður að búa til þessa stöðu samskiptastjóra. Þannig að það sé, þannig að strúktúrin í kringum hennar starf verði svolítið til og geti svolítið lifað. Þannig að það sama hver kemur á eftir mér og eftir að ásýnd kirkjuna verður alltaf stöðug og svolítið eins. Jafnvel þó að efnislegir eiginleikar ásýnda kirkjunar geti lifað af áherslubreytingar. Á góðri íslensku heitir þetta branding. Og þegar ég fór að byrja á að skoða kirkjuna sem út frá þessu sjónarhorni þá fer maður auðvitað ósjálfrátt að því að verði svolítið tengdur og starfað fyrir stjórnmálaflokka og hreyfingar og markasett alls konar hluti og hugmyndir og fólk, að þá fer maður strax í þetta marka sérstöðu. Hver sérstaða þjóðkirkjunnar? Hvað hefur þjóðkirkjan umfram aðra? Og það auðvitað svo margt, svo ofboðslega margt
Það er ekki bara yfirgnæfandi meirihluti íslenskra ríkisborgara skráðir í þjóðkirkjuna og Íslendinga, heldur erum við með við erum alger bakkjarl tónlistar á Íslandi, við erum með mannauð, fjölbreytni fjölbreytni í mannauði sem að sést líklega hvergi annar staðar. Við erum með bolmagn til þess að bregðast við og gera hluti sem ekki nokkur annar hefur og við erum með svo ofboðslega margt. Og það var einn hluti sem ég hjó eftir og er mjög mikilvægt að fólk, sérstaklega kirkjufólk viti og sé meðvitað að það var könnun sem ég stúderaði svolítið og skoðaði sem var gerð fyrir nokkrum árum síðan sem að sýndi að eftir því sem að fólk þekkir kirkjuna betur, þeim mun betur líst þeim á kirkjuna. Þannig eftir því sem að fólk neytir þjónustu kirkjunar, við getum satt það svo, mætir í messu eða er í kór eða eitthvað, eftir því sem að þekki kirkjuna betur, að því meiri vinur kirkjunar. Og nú ætlum ég ekki að fara líka kirkjuna við góstrykk, en jú, samt, ég ætla að gera það. Ef ég væri að selja kók, skilur við, ef ég væri að selja góstrykk og ég fengi þessa markaðsrannsókn í hendurnar, eftir því sem að fólk drikki meira af vörunni, því ánara væri það með vöruna, getið ímyndið ykkur, ég færi bara át á golfvöll, starf mitt er búið, ég færi í frí, sjáumst eftir helgi, ykkur mín. En þetta er það sem við erum í höndunum og við erum með þetta er alveg ofboðslega mikil tækifæri sem að, og núna er líka tíminn til þess að fara að mjólka þetta tækifæri, fara að brúka þetta tækifæri. Það mér finnst, andinn í samfélaginu vera ofboðslega jákvæður gagnvart kirkjunni. Við vorum að koma úr næsta sal rétt áðan þar sem við talað við 5 þingmenn, reyndar allt yfirlýstir kirkjudeildar fulltrúar þeirra stjórnmálaflokka, en enga síður, já, það eru heilmikil tækifæri og ég get ekki beðið eftir að fara að kreista allt út með ykkur. Þannig að það sem við ætlum að gera, í mjög stuttu máli, það ekki með vasklas, það var að vera aldrei kjörur fyrir Sólveigu, var maður tróður. Það sem við ætlum að gera núna næstunni, það að fara aðeins yfir þessa efnislegu atriði Ásýndakirkjunnar, vefsíðuna, brandingið, öll svið þar sem almenningur sér kirkjuna, allt efni, allar auglýsingar, hvort sem það verið að auglýsa störfina kirkjunar, eða auglýsa viðburði, sunnudagsskóla, barnastarf, að stúdera þetta eins og skoða hvort þessi tækifæri þarna, hvort við getum búið til einhverja svona formfastari heild á allt starfið og hvort að sóknirnar séu til í það með okkur. Hvort að samskiptasvið, sem er í augnablikinu, yours truly, hvort að samskiptastjóri og við á biskupsstofu getum gert einhvern veginn, smíðað einhvern strúktúr í kringum allt þetta starf hjá prófastsdæmunum, hjá sóknunum, sóknarnefndunum, sérþjónustuprestunum, bara komplett, hvort við getum einhvern veginn unnið nánar saman, glemdi líka íslenskunni, að því að búa til einmitt þetta svona brand. Og það er svona fyrsta stóra verkefnið sem við erum að fara í og það skemmtilega við það er að ég fæ ekki ráðið því sjálfur, heldur verður settur saman alveg stærðarinnar hópur og mikið að fólki kalla til og það verður svona lýðræðislegt verkefni og við erum þegar auðvitað byrjuð á því, Er ég að gleyma einhverju? Já, einmitt, akkurat, mikilvæga punktur þarna. Markmiðið mitt eftir ár er líka að það verði til, að þessi skilgreinda staða samskiptastjóra verði þannig að það verði ferlar til fyrir þessi helstu verkefni, þannig að það verði aldrei þannig að einhver segi við samskiptastjóran, berð þú ábyrgð á þessu eða á ég að senda póstinn á hvern annan, eða það verður alveg skýrt hver ber ábyrgð, hvað hann gerir, hvaða verkefni hann hefur, hvernig á að sinna þeim og að við setjum okkur markmið. Við setjum okkur eitthvað svona mælanleg markmið þar sem að við getum fylgst með svolítið því sem við erum að gera, hvaða áhrif það er að hafa út í samfélaginu. Og staða þjóðkirkjunnar er mjög vel rannsökuð en alltaf samt að mjög þrönguleiti. Hún er tilheyrir þessari árlegu rannsókn Gallup þar sem að traust almennings er kannað á ríkisstofnunum og hefur verið að skora frekar lágt þar í eiginlega 2 áratugi og það er hellingssóknarfæri þar og
En hugmyndin mín er sem sagt að breyka þetta eins og búa til svona nokkurs konar mælaborð bara hversu vel við erum að standa okkur sem hópur, sem teymi og þá leið og gott líka hvar við erum ekki að standa okkur, af hverju þetta er ekki að virka, af hverju af hverju er fólk sem er ekki að mæta í messu ennþá á móti okkur, þó allir sem mæta í messu séu ofboðslega mikið til í þetta. Það er mitt starf næsta árið og ég segi eins og Eva, sko, ég er samskiptastjórinn sem hefur ofboðslega gaman að samskiptum, það er að hringja sem oftast ef einhver finnst ég vera að gera einhverjar steypu eða hafi góða hugmynd. Endilega tækja upp símann og heyrið í okkur. Við erum alltaf til, alltaf með símann líka. Sko. Held ég sé búin að ljúka mér af. Takk fyrir. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir ykkur þremur. Ég var að velta fyrir mig hvort við höfum ekki tíma fyrir einhverjar spurningar úr salnum. Já, gjörðu svo vel. Já, hafið bara þennan. Já, fyrir. Svo, já, ég ætla að endurtaka. Ég skal á ekki endurtaka spurninguna. Það er bara spurt sóknargjöldin, þær breytingar, þessar gömlu. Hvort að ríkið sé ennþá að stinga undan einhverju, sagðirðu það? Við höfum ekki verið að fá það sem að, og staðan er þannig núna að fulltrúi úr stjórn þjóðkirkjunnar ásamt forseta kirkjuþings hafa nú farið á fund dómsmálaráðherra til þess að fara yfir þessi mál og mér skilst að það sé að hefjast vinna í að einmitt fara yfir þetta, bæði finna út, kirkjan vill náttúrulega meina að ríkið skuldi sér ákveðið fé og það er verið að skoða það annars vegar. Svo þarf líka og áheld ég að skoða hvernig er þetta að setja þetta í svolítið fastar skorður. Þannig við þurfum ekki að hverju einasta ári að vera að betla það sem á að koma. Það er annars verið að skoða það, svo er líka verið að skoða hvernig þetta styðja sem best við eða betur við friðuðu kirkjurnar á landinu, sem ég skilst að sé meira en helmingur kirkna á landinu. Það er ansi mikið. Þakka fyrir það, Guðrún. Eru fleiri spurningar þessi áhugaverða efni, framtíðarsýn, samskiptin og vígsluna? Er eitthvað fleira? Vilt þú gjörðu svo kannski bara svona út frá þessu sem að Heimir var að tala að ég ræddi við forseta guðfræðideildar í gær og hún sagði mér að voru 19 sem að byrja í guðfræði í haust. Það þykir nú bara mikið í dag. En þetta er nefnilega eitt mál sem að við þurfum að taka föstum tökum. Það er að vekja áhuga fólks á því að verða prestar og djáknar og þjóna í kirkjunni okkar. Því það stefnir í skort á prestum. Nei, það er orðinn skortur á prestum núna, myndi ég segja. Og þarna koma þessi samskiptumál líka inn vegna þess að við þurfum líka að nýta okkur þá miðla sem að hægt er til þess að ná í ungt fólk. Við þurfum að sýna hvað er verið að gera í kirkjunni, hvað eru prestar að gera, hvað eru djáknar að gera. Sýna hvað er ofboðslega gaman og gefandi að fá að þjóna í kirkjunni. Og þarna koma samskiptamálin líka mjög sterkt inn og Heimir ætlar svona líka að fara að þjálfa fólki að koma fram í fjölmiðlum, presta og djákna og fleiri. Þannig að ég ætla ekki að gera þetta einn, við ætlum að gera þetta saman. Þakka fyrir það kærlega. Já, gjör svo vel, ég ætla að rétta það hljóðan. Takk fyrir mjög skemmtilega kynningar. Mér langaði aðeins að spyrja Heimi betur út í samstarfi við sóknirnar svona kynningamál. Ég hef mikinn áhuga fyrir þeim og finnst áhugavert og ég er sammála, það þarf að sýna það sem er að gerast í kirkjunni. Og við höfum svolítið tekið okkur tak í Hafnarfjarðarkirkju, keyptum skjá fyrir 3 milljónir sem við settum upp, auglýsingaskjá.
Og mér langar svolítið að spyrja svona, hvernig sérðu fyrir þér þetta samstarf við sóknirnar? Gjör svo vel, Heimir. Þetta er alveg frábær spurning. Ég er búinn að tala við nokkra formenn sóknarnefnda og fulltrúa sóknarnefnda. Það hefa allir ýmsar hugmyndir en sko hvernig nákvæmlega, það er bara óskrifað blað. En mér dettur eitt í hug þó og það er til dæmis, ég veit það að bæði prófastadæmin og sumarsóknir hafa verið í vandræðum með bara sko sjálfa auglýsingavinnuna, bara setja upp auglýsingu, fá birtingar. Það er rosalega dýrt að vera lítill í þeim bransa en það getur verið alveg svakalega ódýrt að vera stór. Og ein hugmynd sem hefur kviknað undanfarið sem að mér langaði og mér langar ennþá og ætla að ræða betur við sóknirnar, að það er það að hafa jafnvel eitthvað svona miðlæga auglýsingastofu sem að þjóðkirkjan bara býður út, eða þess að óskar kallar til tilboðum frá auglýsingastofum og það er þá bara þeirra að útbúa efni og jafnvel meiri segja að vera hægt að þróa það þannig að sko beiðnirnar og allt saman færi bara í gegnum eitthvað starfsmanna biskupsstofu sko. Þú veist, þannig að þetta væri bara one stop shop fyrir alla sóknir og þá myndum við bæði fá betri díl fyrir sóknirnar og líka auðvitað þetta heildstæða lúk sem ég var að tala um áðan sko. Annað dæmi er náttúrulega vefsíður, ég veit að margar sóknir, sumar sóknir reka rosalega flottar og góða vefsíður, aðrar í vandræðum með það og halda þeim við og svoleiðis, sérstaklega smærri sóknirnar. Þannig að það er annar kapitúli sem að ég var til að gera betur í sko. Þakka fyrir þetta. Eru fleiri? Já, gjör svo vel. Sælvertu, Kristján heiti ég, Magþjól-nemi. Árið 2020 byrjaði ég í BA. Þá voru 22 guðfræðinemar. Við erum 4 eftir, þar af 3 Magþjól. Hver er þín sýn á að halda nemendum í náminu? Já, þú segir nokkuð. Þetta hefur alltaf verið svona. Ég held að þegar ég byrjaði þá vorum við held í 21 og við kláruðum 4. Það var árið, ég byrjaði 1990 eitthvað, kláruðum árið 2000. Þannig þetta hefur alltaf verið svona og það er kannski líka vegna þess að þetta er náttúrulega þannig fag að þú kannski hefur einhverja hugmyndir í upphafi sem að breytast. En svo er ef til vill hægt að vinna þetta eitthvað með þeim í guðfræðideildinni. Hvort að, já kannski með því að kanna hver er ástæðan fyrir því að fólk hættir. Það getur líka verið sko ein leið því kannski er það einhver einföld ástæða líka sem hægt er að bæta og breyta. Góð punktur, takk. Þakka fyrir þessa spurningu því ég er nú starfsmaður háskólans að þá finnst mér nú oft sko vera málið þegar ungt fólk kemur, byrjar í nám að það kannski fær ekki að kynnast fagfólkinu. Það er ein leið, gæt giska, já, þakka fyrir spurninguna. Gjör svo vel. Já, komið sæl Vigdís heiti ég. Mér langar að spyrja verðandi biskup litlu sóknirnar. Ég veit að þetta er okkur mörgum hérna sem hafa áhuga fyrir þessu. Ég kem úr minnstu sókninni hér í Reykjavík, Breiðholtssókn, Breiðholtsprestakalli núna sem er með Fellahóla líka og við verðum að gera okkur grein fyrir því að það er gífurlegu munur fjárhagslega á stóru sóknunum, ég er að tala um sóknir. Þar sem við erum færum að borga staðarhaldar eða einum en einum laun eða bara reksturinn. En sem betur fyrir höfum við fengið góðan aðstoð frá jöfnunarsjóði og öðru. En það er bara safnaðarstarfið að það er engin minnumáttarkennd og ekkert en það er þetta að við höfum ekki þennan pening sem er að tala um þessu skólunum. Það er mismunur. Við höfum engan pening til að kaupa stóran skjávarpa, við erum með hollvinafélag sem er öflugt og gott en fjármagni sem við höfum og fleiri sóknir í Reykjavík út á landi og var frábært hjá biskupa og ykkur þegar fórum út á land og þetta kom allstað fram. En þetta er í Reykjavík líka og þetta er bara mál sem ég held að við verðum að halda áfram að tala um og það er haldið vel undan okkur aldeilis en þarna er gífurlegur munur. Þakka fyrir spurninguna, gjör svo vel. Takk Vigdís. Ég er bara fyrst og fremst þakka þér fyrir að einmitt vekja athygli og svo minna á þetta
Af því að einmitt þetta nefnilega getur líka verið hér á höfuðborgarsvæðinu, ekki bara á landsbyggðinni og ég þekki nú vel til Breiðholts safnaðar og ég verð nú að segja að starfið þar nú óhemju öflugt miðað við einmitt hverju þið hafið úr að spila. Og þarna er náttúrulega komin til nú þegar sameining prestakalla og þarna er það náttúrulega helst kannski, einmitt það er jöfnunarsjóður og það er hérna samstarfið. Þarna skiptir nefnilega samstarfið á milli safnaða svo óhemju miklu máli. Já, það breytir svo miklu. Vegna þess að þá geta líka sterkari söfnuði stutt við þá veikari og þess áttar. Og svo er náttúrulega bara spurningu í framtíðinum jafnvel enn frekari sameiningar til þess að geta unnið betur saman á milli safnaðana. En takk fyrir að vekja athygli á þessu. Þakka ykkur fyrir þessar spurningar. Já, gjörðu svo vel. Já, komið sæl, mér langar að henda í eina spurningu. Ég heiti Jóhann Þorsteinsson, kem frá Akureyri. Ég er formaður sóknarnefndar í lögmannsliðasókn og svo er ég nýbúinn að taka með nýjan hatt sem er að ég er formaður KFUM-K á Akureyri. Og þið getið horft á mig lengi og þið sjáuð ekki hvor helmingurinn er hvað. Og þess vegna langar mig að spyrja í tengslu við orðræðun hennar Evu við og þið og allt þetta að því að við erum að blása til sóknar í kirkjunni í æskulýðsmálum, ætlum við að hafa KFUM og KFUK með í þeirri vegferð? Spennandi spurning, þakka þér fyrir. Gjörðu svo vel. Frábær spurning. Í fyrsta lagi þá þarf náttúrulega að vera samtal það og ef það er vilji KFUM og K til að vera með þá sé sannarlega ekkert því til fyrirstöðu. Enda náttúrulega öflugasta sjálfboðilega hreyfing á Íslandi. Þannig ég sé ekki því til fyrirstöðu svo lengi sem KFUM og K vill vera með. Nei. Þakka ykkur fyrir þessar spurningar. Eru fleiri á Akureyri tilkynnist? Ef ég má kasta fram einni hugmyndi sem er svolítið ég kann ekki neitt svar við henni og valla get borað hana fram, en að því þú varst að tala markaðssetningu og sannarlega þurfum við að segja hvað er í boði innan kirkjunnar. Hún er mjög öflugt samfélagslegt afl. En verðandi biskup sagði að allt snerist fagnaðarendi. Hvað gerir guðfræðina sérstaka? Hvað gerir kirkjuna sérstaka? Og ég hefði giskað á að það væri það sem að gerði kirkjuna sérstaka. Og við þurfum að opna augu ungs fólks fyrir því að mínu mati hvaða raunverulega sem að kirkjan gengur út á. Því að margir leita langt yfir skammt í þeim efnum og fara til annarra heimsálfa og ná í aðra siði og allt mögulegt, allt gott það. En við erum hér og eigum okkar rætur í þessum sið sem er þessi norræni siður. Þannig ég myndi giska að það væri ykkur snjall sem gæti bent á þetta með orðfæri samtímans unga fólksins. Og ég er í þessari baráttu prívat gagnvart í unga fólk sem ég þekki. Fyrirgjöð? Ég ætla að standa upp líka, gera þetta sem maður. Það er heill her af prestum í kirkjunni, djáknum, sem er ofboðslega góður í nákvæmlega þessu. Þeim vantar bara stærri mikrofón. Ég er kannski frekar mikrofóninn í þessu samhengi. En já, algjörlega frábær punktur og einmitt, kynningastarf auðvitað ganga út á boðskap kirkjunnar, númer 1, 2 og 3. Birtingamyndin er hins vegar þetta öfluga starf sem er í gangi í landinu, hjálparstarf kirkjunnar, við séum Bjarnin í salnum, bæði innanlands og utan og allt það, og það er kannski svona, já, það er einmitt svona hvort á að leggja áherslu á ástæðu hjálparstarf, ástæðu tilvista kirkjunnar eða afleiðing tilvista kirkjunnar, en ég segi bara bæði, bæði betra, eins og hómbleskeksið, gott báðum megin. Já, ég hugsa að með því að bara leggjast yfir þetta þá leysist það sjálft, að það er ástæða fyrir sálgæslu
það er ástæða fyrir söng, það er ástæða fyrir því að tónlistin á heimi í kirkjunni, hver tilgangur tónlistar og allt þetta. Eru fleiri? Já, gjör svo vel. Komið sæl, ég heiti Elín Elisabeth og ég er fræðslustjóri kirkjunar. Mér langar dálítið að grípa þennan bolta. Þegar Heimir byrjaði og þau fóru svona koma upp á biskupsstofu, þá aðeins barst einmitt, svolítið ef ég hef skilið þínar hugrenningar rétt, barst þetta svolítið í tal og það hefur komið til tals að við Heimir við vinnum þétt saman. Þannig að fræðsla og kynningamálin haldist í hendur og þarna erum við með tækifæri sem er alveg gríðarlega mikilvægt að hvaða sem við ætlum að segja í auglýsingunum. Því að auglýsingar er ekki bara það klukkan hvað starfið eða hvaða sniðugastarf er í gangi, þó það sé mjög mikilvægt að upplýsa fólk það. En þá höfum við til dæmis tækifæri til þess að, til dæmis þegar að koma páskaauglýsingar, að koma aðeins með svolítið páskaboðskap í auglýsingunum okkar og í kringum jólin mannréttindaboðskap. Þið vitið, það er hægt að tengja þarna hluti saman sem við þurfum svo að leggjast yfir með guðfræðingum. Og eitt sem ég langar líka að benda ef ég má, að það sem við höfum verið að gera núna fyrir þessa kirkjudaga er svona myndbanda, ef við erum búin að taka viðtöl við fjöldamanns hérna og þaðan úr samfélaginu, þar sem við erum að spyrja það hvaða merkingu það hefur að vera friðflytjandi. Og þetta er búið að keyra fram og tilbaka samfélagsmiðlana, fólk, bæði prestar, djáknar og alls konar leikmenn, fólk sem er ekkert einu sinni endilega kristið, hefur verið með okkur í að velta þessu fyrir sér frá öllum mögulegum sjónarhornum á sínum eigin forsendum. Þannig höfum við verið að reyna að teygja okkur áfram til fólks til þess að segja við erum saman í þessu og kirkjan vill vera með í þessu. Og þarna höfum við tækifæri til að gera fleiri svona vangaveltur, henda vangaveltum út í samfélagi sem kirkjan að bjóða fólk upp í samtal. Þetta er líka kynningamál. Og þarna eigum við kannski eftir að eiga fundi bara. Við erum svona rétt að byrja að hittast og kynnast. Ég vona að þetta hafi nú kannski varpað ykkur í ljósi. Takk kærlega fyrir þetta innlegg, takk fyrir kærlega. Já, það er hægt að tala þetta mjög lengi, sko. Það væri gaman að hafa bara sérstaklega þetta, bara einhvers konar hentugt form á að ræða þetta fram og tilbaka. Líklega erum við komin á leiðarenda í þessu. Ég þakka ykkur kærlega fyrir þetta innlegg og ykkur fyrir spurningarnar og við segjum þessari málstofu lokið. Takk fyrir.